komið hásumar og við erum svona aðeins að hægja á dagskránni, þannig að Rauða borðið verður með styttra móti og það á við suma þætti sem eru hér á Samstöðinni. Ég bendi á að það fullur dampur á fréttavefnum okkar á samstöðin.is og svo erum við að vinna í því að komast kannski yfir á útvarp hérna einhvern tímann á næstu dögum, kemur í ljós seinna. En hér á eftir Rauða borðinu að þá verður þátturinn miðnætti í Kænugarði. Þá ætla ég að ræða við Tjörvar Sjött stöðun á vígvellinum, hvaða áhrif, svona hvernig stuðningurinn við Úkraínumenn. Úkraínumenn alltaf að biðja fleiri og fleiri vopn og orðnir svona langþreyttir á því að fá það. Við höfum horfa aðeins fram á veginn til fundar NATO sem að verður í næstu viku og munum halda þá sjálfsögðu áfram umræðunni þar. Hérna fyrir eftir frétta eftir yfirlitið á Rauða borðinu þá kemur Ólafur Þ. Harðarson, prófessor hingað. Ég ætla að ræða við hann stöðu flokkana og stöðu ríkisstjórnarinnar sem að sumu leyti háskaleg, verður að segjast. En nú ætlum við að vinda okkur í fréttirnar. Og það sem kannski helst í fréttum þetta sem að ég vísaði til áðan. Það kom Gallup-könnun í morgun. Það ber samt að hafa í huga að þegar Gallup gerir kannanir þá náðar yfir allan mánuðinn. Ég heyrði að í einhverjum fjölmiðli var verið að draga ályktanir það að niðurtúr ríkisstjórnarinnar mætti rekja til Íslandsbankamálsins. Íslandsbankamálið kom upp raunverulega þegar kannski 3/4 af könnuninni búið. Sama má segja hvalamálið. Það var kannski helmingurinn búinn af könnuninni þegar það kom. Þannig að áhrifin af öllum þessum málum eiga eftir að koma í ljós. En það voru viðtöl við Katrínu í hádeginu. Það kom hann smá mynd af henni. Hún var svona að segja að þó að væri kannski ekki traust almennings á ríkisstjórninni að þá væri traust í stjórnarsamstarfinu. Mér finnst þetta svolítið skrítið framsett því að, og minnir mann á svolítið hvernig það var hérna kannski á síðasta kjörtímabili, þá var alltaf verið að tala hvað verið gott traust á milli forystumanna í ríkisstjórninni. Það á kannski við þegar almenningur treystir ríkisstjórninni en kannski síður við þegar að traust almennings á ríkisstjórninni fjarar út, að þá það eiginlega hlálegt að það ríki þetta fullkomna traust á milli forystumannana þegar almenningur búinn að missa traustið. En ég ætla að sýna ykkur hérna graf sem að ég fekk af síðu Gallup. Þetta svona svolítið flókið graf, þannig ég ætla að labba með ykkur í gegnum þetta og ég teikna þann inn á þetta. Þetta eru línur sem alla liggja niður á við. Þetta eru traust almennings á undanförnum ríkisstjórnum. Þannig að lengst til vinstri, þetta hrunstjórnin sem að misti traust sitt mjög hratt og þó sérstaklega eftir að Ísland hrundi. Endaði í 26%. Það var í febrúar þegar ríkisstjórnin var að falla. Næst kemur síðan eftirhrunstjórnin sem ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri grænna. Hún misti líka mjög hratt fylgi sitt, kom með bjartsýni sem fylgdinni og oft það þannig að þegar ríkisstjórnin þá byrjaði með góðan stuðning. Fólk hefur trú á ríkisstjórnum þannig að það kemur í ljós hvort það standi sig eða ekki. Og eftirhrunstjórnin hún misti svona fylgi sitt tiltölulega hratt, samt ekki jafnt bratt og margar aðrar, en hún kannski sú ríkisstjórn sem að á eftirhrunsárunum sem að hefur lengst að legið niður í vondu fylgi. Rauða línan sem þið sjáuð sem að ég dreg þarna eftir, það 34,7% sem fylgi stuðningur traust við ríkisstjórnina í dag og þið sjáuð að helmingin af kjörtímabilinu var ríkisstjórnin eftirhrunsstjórn Samfylkingar og Vinstri grænna undir þessu. Svarta ríkisstjórn þarna Panama-ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks. Hún misti líka fylgi sitt svolítið hratt á meðal þjóðarinnar og fór einu sinni niður fyrir það sem að núverandi ríkisstjórn með í dag. Og það var ekki í Panama-skjölunum, það var áður, það var 2015 sem að ríkisstjórnin dunkaði þarna í einni könnun niður fyrir þessa línu. En eftir að Panama-skjölin birtust og almenningur flyktist út á Austurvöll til að rekja þessa ríkisstjórn af sér, þá var traustið á þeirri ríkisstjórn meira heldur en á ríkisstjórnin sem núna. Litla ríkisstjórnin þarna inn á milli sem oft gleymist, það ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar sem Sjálfstæðisflokkurinn var með Viðreisn og Bjartri framtíð.
sú ríkisstjórn byrjaði miklu lægra heldur en allar aðrar ríkisstjórnir höfðu gert, hafði aldrei stuðning meðal þjóðarinnar og mistaði mjög hratt og fjaraði svo út haustu eftir, hékk ekki heilt ár. Núverandi ríkisstjórn sem svona græna línan þarna, hún byrjar með svona góðri inneign á þjóðinni, enda margir stórir flokkar sem standa að henni og flokksfólki kannski tilbúið að styðja við þá, en hún missir það mjög hratt, en hún fer ekki svo mikið neðarlega og þið sjáið að fall hennar stoppar miklu ofar heldur en aðra ríkisstjórnir höfðu mist og síðan rís það upp aftur sem einstakt í sögunni að ríkisstjórn sem að missir fylgi hjá þjóðinni, milli traust á þjóðinni, nær að rísa þið aftur og það var náttúrulega ástæðan COVID, þess svona teknaði svona ringi kringum COVID. Síðan dreg ég eina punktalínu þarna inn sem eru straumhvörfi í tíma þessar ríkisstjórnar. Auðvitað var COVID að klárast og þá mundi náttúrulega koma upp svona raunveruleg pólitík aftur á dagskrá og þá var viðbúið að ríkisstjórnin myndi missa eitthvað fylgi, en rauða línan hún liggur eiginlega við þegar að Íslandsbankamálið, útboð númer 2, springur í andlitið á ríkisstjórninni og þá fellur fylgi ríkisstjórnar á mjög skömmum tíma frá nálagt 60% niður í 40%. Og þetta gerist til á einni nóttu og ríkisstjórnin hefur ekki náð vopnum sínum síðan þá, komið núna í 34,7% og svona við neðri mörk sem að ríkisstjórnir hafa. Lítur ekki vel út fyrir ríkisstjórnina. Það annað graf sem ég langar að sýna ykkur af því að það sem að gerast núna og Gallup dró fram að fylgistap ríkisstjórnar fyrst og fremst fylgistap Framsóknar og VG. Og VG og Framsókn búin að tapa helmingnum af því fylgi sem þau fengu út úr síðustu ríkisstjórn. Þetta kannski læsilegt graf en svona þetta á síðu Gallup. Það svona dregið aðeins fram græn lína þarna sem fylgi VG langt eftir þessari öld, nær eiginlega alveg til 2004. Það rauð lína sem ég dreg með við fylgið sem var í könnuninni núna, júníkönnun Gallup, þar sem að flokkurinn var með undir 7% og það hefur bara einu sinni ekki áður og það var í maí núna síðast ári. Þegar að fylgi fór neðst áður en að við komum með þessu, það var í 7,4%, það var í aðdraganda kosninganna 2013 og þá var óvinsan ríkisstjórn með lítið fylgi, svipað ríkisstjórninni með núna og fylgi VG komið í sögulegan botn. Þá var Steingrímur J. Sigfússon formaður og hann sté upp úr formannstólnum og vék fyrir Katrínu Jakobsdóttur. Vildi ekki fara í kosningar með svona lélegt fylgi og í svona óvinsandi ríkisstjórn og sagði þá raunverulega af sér eða vék til hliðar eða hvað það heitir. Þetta athyglisvert að fylgi núna mun lægra en á þessum tímamótum í sögu ríkisstjórnarinnar. En ef við höldum áfram með fréttir dagsins að þá kom Ríkisendurskoðun kom fram í fréttum í dag þar sem að hún sagði að Bankasýslan hefði ekkert lært eins og við munum. Þá síðastliðið haust þá gerði Ríkisendurskoðun skýrslu, það birti skýrslu Bankasýsluna og komst að því að hún stóðst raunverulega ekki undir þeim verkefnum sem hún hafði gert. Hún var bara vanbúin til þess að taka þátt í svona stóru verkefni og núna kemur Ríkisendurskoðun fram að sumu leyti út af umræðunni undanfarið út af skýrslu Fjármálaeftirlitsins Íslandsbanka, hvernig þeir stóðu að sölunni og kemur fram og segir að það sé augljóst bæði af verkum þeirra og ekki síður á orðum Bankasýslunnar að hún hefur bara ekkert lært af skýrslunni. Og Ríkisendurskoðun boðar það að koma aftur fyrir þing og fara yfir það hvað hefur breyst frá því þeir lögðu fram skýrsluna og það mitum við svo sem og það tilefni fyrir þessari tilkynningu að það hefur ekki breyst. Það sem hefur helst breyst að þegar svarta skýrsla Ríkisendurskoðunar Bankasýsluna kom fram að þá sögðu ráðherrarnir í ríkisstjórninni að viðbrögðin við því væri eðlileg og þeir ætla að leggja niður Bankasýsluna. En Bankasýslan enn á lífi og nú okkur kynnt að Bankasýslan sé að fara með hagsmuni okkar almennings gagnvart Íslandsbanka sem núna vondi kallinn í málinu. Það var önnur slæmfrétt sem að kom Hagstofan sendi frá sér tilkynningu eins og að gera einu svona ári þar sem taka skattaframtöl landsmanna og stilla þeim svona upp meðal annars eftir tekjutíundum og
Ég tók eitt dæmi á samstöðinni, það hægt að vinna alls konar hluti út úr þessu, þetta mjög merkilegur gagnagrunnur, en ég tók eitt dæmi sem var breyting á eiginfé eftir 10. Þá skipt almenningi, það næsta graf, þá almenningi skipt niður í 10 hluta, þeir sem eiga minnst eru þarna lengst til vinstri á myndinni og svo fer þetta upp eftir, þannig að súlan sem lengst til hægri súlan yfir 10% landsmanna sem eiga mest. Þetta breytingin á eigið fé á milli áranna 2021 og 2022 og eins og þið sjáið að þá allir sem eru fyrir neðan miðju að þeir minnkar eigið fé þeirra á meðan allir sem eru fyrir ofan miðju það eykst eigið fé. En þetta segir kannski ekki alla söguna, ég með annað graf sem sýnir það hvernig aukningin á eigið fénu skiptist á milli þessara 10. Og þá sjáum við það að langmest af þessu peningum fer til þeirra efnameiri. Og þetta þýðir það að henni ríku að vera ríkari og henni fátækur að vera fátækari og það út af kerfinu sem að samfélagi byggir á og kerfinu sem að ríkisstjórnin ver og vendar og vill hafa sem viðgang sem mestan. Þannig að þetta eiginlega afleiðing af stjórnarstefnunni og þetta mun verða undir staðan í átökum haustsins þegar verkalýðshreyfingin og almenningur allur kemur fram og mun vilja fá kjarabætur, vilja fá betri stuðning, vilja fá tækifæri til þess að eiga fyrir mat út mánuðinn og þið þekkið þetta allt saman, fá öruggt og traust húsnæði, að þá verður þetta það sem verður slegist og Hagstofan dregur þarna fram að stefna ríkisstjórnarinnar allavega á síðasta ári og áreinda við mörg undanfarin ár hefur verið þannig að auður hinna auðugu eykst en fjárhagsstaða hinna fátæku versnar. Það annað mál sem vont fyrir ríkisstjórnina, kom svona smá, ég heldur kannski allir að hvalamáli var eiginlega horfið og gleymt, en það ekki. Vilhjálmur Birgisson, verkalýðsforkólfi upp á Akranesi, hann ætlar að halda á lífi, hann ætlar að stefna hval fyrir vangreidd laun, að fólki sem kom þarna til vinnu og ætlaði að fara að vinna á vertíðinni, hann ætlar að rukka hval laun fyrir það, að það sé hval að kenna að vertíðin fjaraði út og launafólkið eigi að fá sín laun. Ég býst við að þetta sé einhvern svona aðferð Vilhjálms til að halda málinu á lífi. Hann sætti sig illa við bannið og hann kvartar í samtölum við fjölmiðla það að það sé ekki nógu mikill stuðningur þeirra á þingi sem að þykjast vera fylgjandi hvalveiðum, að þeir görspruðu þarna eitthvað í eina viku og síðan hafa þeir þagnað. Hann vill að menn berjist fyrir því að hvalveiði vertíðin verði sett á aftur, en það náttúrulega það sem að gæti grafið undan ríkisstjórninni því að þar hver höndin upp á móti annari í hvalamálum. Það ein frétt sem kom fram sekt Creditinfo. Þeir voru sektaði fyrir það að hafa sett fólk að ástæðulausu á vanskilaskrá. Það var fólk sem hafi tekið smálán og þau fóru illa með upplýsingarnar og dreifðu þeim víða og settu fólk í stórkostlega vanda. Þeir voru rukkaðir 38 milljónir króna og það var kynnt í dag að þetta væri eiginlega Íslandsmet í sekt og við fórum að velta því fyrir okkur á samstöðunni hvort að það er þetta stór sekt eða hvað þetta og miðað við hagnað móðurfélagsins Creditinfo Group á síðasta ársreikningnum sem hafa skilað, það fyrir árið 2021, við tökum það bara sem dæmi, að þá þetta hlutfallslega jafnt mikið áfall fyrir Creditinfo og fyrir verkamann á 7. launafólki í Starfsgreinasambandsins sem tekin fyrir að vera að tala í síma undir stýri og fær 40.000 króna sekt. 40.000 króna sektin fyrir að tala í síma hlutfallslega meira áfall fyrir verkamannin heldur en þessi 38 milljón króna sekt sem okkur var kynnt sem einhvern met fyrir Creditinfo. Það hérna fyrir helgi að þá var hérna á samstöðinni viðtal við hjólabúa, Geirdísi Hönnu Kristjánsdóttur og Pascal Elisabeth Skúladóttur, þar sem þeir voru að lýsa því að þeir voru hraktar úr Laugardalnum og einhvers staðar upp við áburðarverksmiðjuna í fyrir ofan bæinn og þar sem þeir eru látnar búa eða parkera bílunum sínum, húsbílunum og tjaldvagnunum bara á steinstiftu svæði þar sem eiginlega engin aðstaða fyrir þar. Ég að geta þetta núna því að það var fjallað þetta á RÚV í kvöld, þar sem frétt þessa aðstöðu og ég ætla að vekja sérstaklega því að við viðtalið hennar Heiði Hilmisdóttur sem formaður velferðarráðs Reykjavíkurborgar
viðtal við hana og spurt hvort þetta gengi og þá segir hún að já, við verðum kannski fyrst að spyrja okkur hvort þetta eigi að vera til, hvort að það eigi að vera til að fólk búi í hjólhýsum. Þetta er athyglisvert vegna þess að þetta fólk býr í hjólhýsum og það býr við ömurlegar aðstæður sem að sumu leyti og öllu leyti eru búnar til af Reykjavíkurborg sem að rækti þetta fólk sem að var svo sem að geta kvarta það sem að bjóði í Laugardalnum. Það kemst ekki inn á húsnæðismarkaðinn, flestir eru þannig, sumir kannski vilja búa svona, en Reykjavíkurborg rekur það af úr Laugardalnum upp á einhvern bílaplan og segir svo, já, kannski þurfum við fyrst að spyrja okkur að því hvort það fólk eigi að vera til. Karl Héðinn, hann fór út í bæ og hann var með spurningar. Hann var að spyrja fólk á förnum vegi stjórnarskrána og hvort að það yrði varið við aukið ofbeldi í samfélaginu. Karl Héðinn, yfir til þín. Ég talaði á fólki í Kópavoginum í dag og í gær og spurði út í stjórnarskrána nýju og vaxandi ofbeldi á Íslandi. Telur þú að samfélagi í dag væri orðið betra ef við hefðum tekið upp nýju stjórnarskrána sem var búin til? Já, það bíða margir eftir nýju stjórnarskráni. Heldurðu í dag að samfélagi væri orðið betra ef við hefðum samþykkt nýju stjórnarskrána sem var samin áður? Nei, sko, að mínu viti þá er gamla stjórnarskráin bara gulls í gildi og það þarf bara aðeins að hreinsa hana til, ekki kaffæra þessu í fleiri blaðsíðna riti. Kannski sumir sem eru hræddir við bæði auðlindaákvæðið og lýðræðisákvæðið að það er að neyða fram þjóðaratkvæðagreiðslur. Já, það er þetta tvennt sem eru mjög hræddir við. Heldur að samfélagi væri betra í dag ef nýja stjórnarskráin hefði verið samþykkt? Ekki nokkrum af það, því að hún er barn síns tíma sem svo sannarlega þurfti að breytast og þróast og taka á sig mynd í samræmi við nútímann. Finnst þér að þessar tillögur ætti að vera teknar upp eða þurfum við kannski að taka þetta ferli aftur upp, gera þetta enn og aftur, skrifa nýja stjórnarskrá? Nei, ég hygg að sú vinna sem var lögð í endurnýjun fyrir nokkrum árum, hún hafi verið fullnægjandi, að þurfum við bara að reka endanútin á það. Hefur áhyggjur af vaxandi glæpatíðni og ofbeldi? Já, ég get alveg viðurkennt það, já, eins og bara gærkvöldi, bara virkudagur og svoleiðis og samt eitthvað. Þannig að það alveg 100% vexir hérna í Íslandi og svoleiðis og ég meina, ég sé það á breytingu eins og ég bý úti svoleiðis og svo kem ég tilbaka og þá er pínu alveg engin munur, sko, það er alveg mikið gangi hér líka og með glæpið og svoleiðis. Þú fyrir að vera líkara því sem er í Bandaríkjunum, kannski? Já, það er alveg í þá áttina, sko, með hvað sem mikið er í gangi eins og stunguárásin í gær og alltaf svoleiðis bara nýtt og nýtt að koma upp. Hefur áhyggjur af aukinni glæpatíðni og ofbeldi á Íslandi? Heldur þetta sé slæm þróun sem er að eiga sér stað? Já, þetta hef ég áhyggjur af auknu ofbeldi, þú veist, það hefur færst í aukana og ég hugsa að glæpatíðnin hún fylgir bara auknum mannfjölda. Hefur áhyggjur af auknu ofbeldi og glæpum? Finnst þér þetta áhyggjuefni? Nei, ég held að þetta sé bara eitthvað tilvonandi. Þetta er bara gengur gerist því meira fólk sem býr á landinu, því meira verður þetta bara því meður. Þetta er líka kannski spurningum getur líka verið hvernig bara þjóðfélagið er, því meiri mismunur er, því meira verður glæpi, sko. Þannig að það er bara þannig. Hvað heldur þú að sé að valda þessu í grunninn? Það er bara kynslóðin nýja, bara mín kynslóð meira minna, verði eiginlega að segja það. Bara það er verið að horfa á og svoleiðis. Nú er vaxandi ójöfnuður og minni aðgengi að heilbrigðisþjónustu og erfiðar að fá húsnæði og svona, heldur það spila inn í? Já, ég held það. Ég meina, það sem ég sjálfur, þetta er eins og það sem ég bý sjálfur þegar ég er á Íslandi, þá flakka ég mjög mikið á milli og svoleiðis, allt hranndýrt, ef maður ætlar að reyna að leigja eitthvað eða svoleiðis. Þannig já, ég held það. Og þetta er eitthvað í hug sem við ættum að vera að gera eða hugað, svona til að reyna að fyrirbyggja þetta? Bara vera góður hvort annað og hlúa hvort öðru og passa upp hvort annað. Gulls í gildi. Gulls í gildi. Það er hingað komin góður gestur, endurkominn gestur, Ólafur Þ. Harðarson. Vertu velkominn. Herðu, það er alltaf sama þegar þú kemur. Það er svona staðan á flokkornum og ríkisstjórninni og núna er kannski svona,
sérstakari staða heldur en oft áður, af því að ríkisstjórnin náttúrulega mælast í Gallup mjög lágt og ég nefndi það hérna áðan að það ber að hafa í huga þegar maður er að skoða þessa Gallup-könnun að stór hluti hennar það var búið að taka hann áður en Íslandsbankamálið til dæmis springur fram og raunverulega helmingurinn var kominn áður en Hvalamálið kemur fram, þannig að það kannski ekki fyrir næstu könnun sem við sjáum svona afleiðingar af þessu. En 34,7% sem að treysta, það er þriðungur landsmanna sem að treysta ríkisstjórninni. Það er ekki gott að vera í ríkisstjórn sem að nýtur svona lítils trausts. Nei, það er ekki gott og þetta er svona minnsti stuðningurinn sem að mælst hefur við þessa ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur frá upphafi. Við höfum að vísu séð minni stuðning til dæmis við hrunstjórnina strax eftir hrunið. En svona lág tala er nú allavega í lægri kantinum. Hins vegar þetta mjög kunnuglegt munstur og sko í rauninni þá getum við sagt að alveg frá hruni þá hefur fylgisþróun ríkisstjórna bæði þegar talað stuðningsmenn ríkisstjórnar og eins sem að leggur saman fylgi allra stjórnarflokkana að þá hafa þessar kúrfur verið sláandi líkar fyrir allar kosningar eftir hrun. Stjórnirnar byrja allar nema stjórn Bjarna Ben sem fór aldrei yfir 50%, allar hinar byrja í svona 60-80% stuðningi. Það svona góðum óskum landsmanna. Góðum og frómum óskum og bjartsýni. Síðan þegar það kannski fer að nálgast mitt kjörtímabil, þá eru tölurnar bæði fyrir stuðninginu við stjórnina og fyrir sameiginlegt fylgi ríkisstjórnarinnar komið undir 50%. Og heldur yfirleitt bara áfram að minnka og endar með því að ríkisstjórnin fellur í kosningum. Eina undantekningin er ríkisstjórn Katrínar 2017 til 2021 en hún var á nákvæmlega sömu línu þegar að COVID byrjaði. Þá voru þessar tölur bæði stuðningsmenn ríkisstjórnarinnar og sameiginlegt fylgi stjórnarflokkara komnar milli 40 og 50% og maður átti bara að vona á því að það myndi halda áfram og hún myndi falla eins og allar hinar. Þá kom COVID og bjargaði þeim. En þá kemur COVID og já, og bjargaði þeim nokkuð örugglega því að það er sjaldan sem maður hefur sér svona skýra sveiflu að á sem sé 2 eða 3 mánuðum eftir að pláan byrjar að geysa að þá fer stuðningur við ríkisstjórnina úr einhverjum milli 40 og 50% í 60% og heldur þeirri tölu nokkurn veginn alveg fram að kosningum og fylgi stjórnarflokkana. Þú erum vel að fram yfir kosningarnar, það eiginlega byrjar ekki að falla, það kom smá COVID-gusa þarna snemma ást 2022 og svo Íslandsbankamálið og þá var hún bara eins og var í skotin á flugi. Já, og í rauninni ég ætla að segja líka sem sé að í rauninni sko fylgi stjórnarflokkana sameiginlega fór líka og var í síðustu könnunum komið eða yfir 50% og endaði svo í einhverjum ríflega 54%. Síðan heldur hún í rauninni á ágættu fylgi til að byrja með, svona, ég man þetta nú ekki nákvæmlega sko, en vel fram á 22, en þá hins vegar bara byrjar þessi kunnuglegi ferill og hann hefur staðið allan tíman og stendur enn. Getur ríkisstjórnin snúið þessu við? Já, miðað við þessa sögu, þá er það auðvitað alltaf hugsanlegt. En eina dæmið sem við höfum að ríkisstjórn hafi tekist að snúa þessari þróun við er stjórn Katrínar 2017-21 og til þess þurfti hvorki meira en einn heimsfaraldur og heimsfaraldurinn náttúrulega þýddi það í rauninni að öll pólitík snerist bara COVID, þannig að pólitík eins og venjulega, hún var bara tekin úr sambandi, hægri vinstri skipti engu máli þegar þú ert að berjast við heimsfaraldur. Svona mestan part. Þannig að nánast sko flokka sem þjóð óhullusta ef að þú andmælti stjórnvöldum. Já, í rauninni sko, þetta var svona eins og í lýðveldishátíðarkosningunni.
En það þannig, þegar maður skoðar því ég gerði það í fréttayfirlitinu, þá fór ég yfir myndina sem að þú kannast við sem að má sjá inn á Gallup, þar sem að maður sér hverja ríkisstjórn fætur öðru og það er alltaf bara sömu línurnar sem að fara niður. Nema ótrúlega lík mynstur. Ótrúlega lík mynstur. Og þá er eiginlega spurningin, er traust ríkisstjórna þannig að þegar þú missir það, að þá nærðu því ekki aftur, því að það er eins og þú benda á, þá er eina dæmið það sem að rís upp aftur og þú þarft heilan heimsfaraldur til. Er það bara þannig að ef þú missir trustið, að þá bara er vonlaust að ná því aftur? Já, mynd skulum nú segja, fræðumæðurum myndir nú segja vonlítið. En það er ekki hægt að benda á önnur dæmi? Ekki eftir hrun, ekki eftir hrun. Og í rauninni er það reynda líka þannig að á Íslandi eins og reyndar í flestum löndum Vestur-Evrópu, alveg frá síðari heimsstyrjöld, hefur það verið svona tilhneiging að ríkisstjórnarflokkar sameiginlega tapa frekar í kosningum heldur en vinna. Þær falla ekki alltaf ríkisstjórnirnar og kemur auðvitað fyrir að ríkisstjórnarflokkarnir bæti við sig eða þá að annar eða einn af ríkisstjórnarflokkarnir bæti við sig en hinir tapi. En þetta er hins vegar algjörlega skýrt heildarmynstur að það virðist vera bara ákveðin fórnarkostnaður við það að vera í ríkisstjórn, alveg sama hvort það er hægri ríkisstjórn eða vinstri ríkisstjórn, þannig að það má alltaf búast við því. Hvað veldur? Er þetta það að ríkisstjórnin er alltaf að vinna gegn vilja almennings? Eða er almenningur bara svona eins og óstýrlátir krakkar og er aldrei ánægð með neitt? Hvað veldur? Þetta eru nú tvær skemmtilegustu tilgátur sem ég hef heyrt lengi skýringar á þessu fyrirbæri. Menn vita það nú ekki alveg, Sumpart er það ein tilgáta væri svo að það verði bara alltaf til þreyta og einhverjir kjósendur verði alltaf fyrir vonbrigðum og vilji þá prófa eitthvað nýtt. Þetta er ekkit endilega en þetta rosalega stór hópur kjósenda sem er að skipta skoðun þó að það ráði úrslitum úrslit kosningana. En núna er það, því þú nefndir áðan samrætt fylgi ríkisstjórnarflokkana, með við Gallup þá er þetta 20% eða prósentustig. Það er 15 kjósenda sem hafi yfirgefið flokkana. Sem hafi yfirgefið, alveg rétt. Það er í rauninni mjög mikið. Reyndar er stór hluti kjósenda sem að skiptir flokk milli kosninga í síðustu kosningum, nokkrum kosningum hefur það verið og yfir 50%. Sem að kusu eitthvað annað núna heldur en síðar. Það er rosalega mikið. Þegar við gerðum fyrstu kosningarannsóknina 1983, þá var þessi tala eitthvað ríflega 20%, svo var hún í þó nokkur ár í kringum þriðjungur og hefur svo vaxið eftir hrunið og er orðin svona rosalega mikil. En það sem ég átti við er í rauninni að venjulegast þá eru ríkisstjórnarflokkar ekki að tapa 20% milli kosninga eins og væri núna ef að þessar tölur gengju eftir. Venjulega er tapið miklu minna. En hvað veldur þessu flakki á milli flokka? Er það þannig að kjósendur eru bara að vafra í stórmarkaðnum og kannski ekkert spennti fyrir neinu að þessu og láta sig hafa þetta og er ekki bara, eins og slag á síðustu kosninga, er ekki bara best að kjósa Framsókn, segja og fara með þann pizzakassa að borðinu? Það er nú reyndar vanmetið slagorð. Margir telja að það sé að hafi verið algjörlega innantómt slagorð. Það vann kosningunar? Ég tel að það hafi haft inntak vegna þess að í rauninni það skilaboðin sem þú vorst að senda með því heyrðu, Framsóknarflokkurinn, hann er nú bara hófsamur miðjuflokkur og ef við kjósið okkur þá er kannski ekkert rosalega mikið spennandi í boði en það er safe bet og þetta eru fyrir mér í rauninni alveg valid eða eðlilegt slagorð fyrir þann hóp sem að Framsókn var að reyna að höfða þarna í og þetta var náttúrulega næst besta slagorð þeirrar kosningabaráttu því að þið í sósíalistaflokknum fáið náttúrulega heiðurinn fyrir slagorðið skilum rauðu sem er nú eitthvað það besta sem ég hef heyrt. En þetta Framsókn er eiginlega lower your expectation, þetta er eiginlega lækkaðu bara væntingar þinnar. Já, þú getur svo sem sagt það, þú ert ekki að, þegar þú kýst Framsókn ertu ekki að kjósa
einhverja harðskeytta hugsjónamenn út á köntunum sem ætla að fara að gjörbylta í íslensku samfélagi. Þú ert miklu frekar að kjósa bara stöðuleika og svona það sem og að það verði engar stórar sveiflur og þetta höfðar, svona áhersla höfðar til sko margra kjósenda á miðjunni. En varðandi það er slótt aðeins inn í Ólafur af því að þú er svo fróður af því að þú segir þetta að við líka eitthvað svona öfgar, við ekki mikla breytingar. Þegar það verið að spurja svona einstök mál í könnunum, þá yfirleitt vill almenningu mikla breytingar. Já, það reyndar að ýmsu leyti rétt hjá það, sko. Dæmi það er til dæmis kvótakerfið sem að áratugum saman hefur þar sem mikill meirihluti hefur viljað gera breytingar á kvótakerfinu. Meirihlutin hefur viljað nýja stjórnarskrá sem finnst alveg sko stórkostlega breytingar. Já, og það hefur líka ekki komist í gegn, sko. Þetta í rauninni munurinn á beinu lýðræði og fulltrúalýðræði að lýðræði sem við erum með það er framkvæmt í gegnum fulltrúa í gegnum flokkana og það þýðir að skoðanir almennings á einstökum málum fara ekkert nauðsynlega í gegn. Hins vegar hef ég nú séð rannsóknir á þessu sem ég held að hafi nú verið fyrir Bandaríkin og þar gerist þetta líka að það er nú reynda líka skekkt kosningakerfi en þar gerist það líka að mál sem að mikill stuðningur meðal almennings við kemst ekki í gegnum þingið en samt sem áður, svona ef maður vil leika pollíönu, að þegar þú skoðar langan tíma og að þá er tilhneiging í þá áttina að svona með tíð og tíma þá komist að minnsta kosti mörg ef ekki flest þau mál sem að verður til eindregin stuðningur almennings við að þá komist þau í gegn fyrir rest sko. Það náttúrulega byggist meðal annars á því að stjórnmálaflokkar eru á kjósendamarkanum og þeir hafa tilhneigingu til þess að laga sig með tíð og tíma að þeim skoðunum sem að almenningur hefur. Þannig að það sem þú brannst fyrir sem ungu maður að það kannski rætist áður en að þeirra út orðin þegar þú ert gamall maður. Ef þú ert heppinn. Svo þetta í Bandaríkjunum það þannig að síðan ertu með Hæstarétt sem að skrúa ofan að þessu. Já, þú ert með Hæstarétt þar sko sem að einmitt vegna þess held ég að sko kerfið bandaríska sem margir dá saman nú fyrir sem einhverja sérstaka völundarsmíð í lýðræði og ég hef nú komist meira og meira þeirri skoðun með aldrinum að þetta sé nú á flestan hátt mjög vont kerfi. Þó að það hafi lengst að virkað prýðilega fyrir Bandaríkin en þegar það reynir á það eins og í Bandaríkinu síðust 10, 20, 30 árin að þá koma gallarnir svo berlegi ljós. En eitt af því sem að hefur gert Hæstarétt svona öflugan það að þar er mjög erfitt að koma málum í gegn. Vegna þess að þú getur mismunandi meirihluta í fulltrúadeildinni og öldungadeildinni og forsetinn ef hann úr öðrum flokki, hann getur þá heimtað aukin meirihluta. Þannig að það er erfitt að koma stórum málum í gegn. Það kostaði til dæmis mjög mikið átök að koma Civil Rights Act eða mannréttinda bálkinum réttindi svertinga í gegn 1964 og það var í rauninni bara vegna þess að Lyndon Johnson sem að á margan hátt var nú mikill skúrkur að hann hafði svo góða svip og svo marga í þinginu og hann barði þetta í gegn sem að Kennedy hefði nú sennilega aldrei geta gert. Gegn vilja marga. Gegn vilja aðalega fái demókrata úr suðrinu og þar var reyndar kom í ljós einn af göllum bandaríska kerfisins sem svokallað filibuster eða málþóf í öldungadeildinni. Það sem að til þess að stoppa málþófið þá þurftu 2/3 að greiða atkvæði gegn því, þannig að 3/4 öldungadeildarþingmannanna gat haldið máli í gíslingu og það gerðu aðalega demókratar úr suðrinu í vikum saman þangað til að þeir voru á endanum barðir til hlýðni og til viðbótar þessu þá sko fyrirkomulagið stjórnarskrárbreytingar í Bandaríkjunum þannig að það gríðarlega erfitt að breyta bandarísku stjórnarskránni en hún náttúrulega á margan hátt fyrir okkur Evrópumenn bæði þetta einminniskjördæmakerfi og síðan
hvernig kjördæmamörk eru dregin, eingöngu út frá pólitískum hagsmunum, hvernig minnihluti atkvæða í forsetakosningum getur gefið meiri hluta kjörmanna. Allt kemur þetta á okkur Evrópumönnum mjög skrítilega fyrir sjónir. Svo við tölum nú ekki stefnu flokka þar sem að sérstaklega repúblikanaflokkurinn sker sig algjörlega úr, þannig að í rauninni flestir hægrimenn í Evrópu myndu eiga ættu heim í demókrataflokknum, gott ef ekki vinstra armi demókrataflokknum. Herðu, ég ætla að draga þetta til Íslands. Vorum að tala veikastöðu ríkisstjórnar, lítið traust. Já. Það má búast við, og það þannig að þegar að ríkisstjórn lendir í þessari stöðu að þá á henni erfiðleikum, þá verður erfiðara fyrir hann að sækja öll mál, það verður meiri ágreiningur innan flokkana, þó það getur vel verið að sé allt í góðu við ríkisstjórnarborðið, að sagan segir okkur að ríkisstjórn sem að fer svona neðarlega, það verður erfið tíð framundan. Já, það myndi maður halda og sérstaklega fréttamannum finnst nú eðlilega mjög gaman að tala það að nú hafi þessi ráðherran skrækt á hinn og það hljóti nú eiginlega að vera komið að stjórnarslitum. Við sem erum konur á aldur við okkur, þó að þú sést náttúrulega miklu yngri, að við munum nú hins vegar mörg dæmi það að það hefur verið mikil hávaði innan ríkisstjórna og þær hafa samt haldið velli. Og ef við skoðum aftur aðeins söguna, þá var þetta þannig fyrir 1988 að það var nú algengara en hitt að ríkisstjórnar á Íslandi sprungu á miðju kjörtímabili. Undantekningin var í rauninni aðallega Viðreisnarstjórnin sem að satt bara í heil 12 ár, en aðrar stjórnir, til dæmi samstjórnir Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins á 7. áratugnum, sprungu tvisvar. Þannig að reglan fyrir 88 var eiginlega að sprengja stjórnir á miðju kjörtímabili og því fylgdu líka mjög flóknar stjórnarmyndunar viðræður sem fóru eftir ákveðnum leikreglum sem við þyrftum nú heilan þátt í að útskýra og getum gert hér á einhverju sögustund. En 1988 þá var stjórn Þorsteins Pálssonar búin að sitja í ríflega ár og hún var með, það var sem sé Sjálfstæðisflokkurinn og það var Framsókn, Steingrímur Hermannsson og síðan Alþýðuflokkurinn Jón Baldvin. Mörgleitu óvanaleg ríkisstjórn, munstur sem ekki mörg dæmi Já, ekki mörg dæmi það væri nú helst kannski bara Stefanía sem var þá reyndar undir forsæti Stefáns Jóhanns Krata. En þeir náðu ekki saman efnahagsmál og sú stjórn var nú sprengt í beinni útsending á Stöð 2 sem frægt var, þegar að það átti nú að vera viðtal held ég bara við Steingrím og Jón Baldvin mætti bara í stúdíóið og þeir slitu stjórnin í beinni útsendingu og voru náttúrulega augljóslega búin að sammælast það að sprengja stjórnina og það sem meira var, þeir voru nokkuð örugglega búnir að gera samkomulag við Óla Ragnar að þessir tveir flokkar myndu svo mynda stjórn með Alþýðubandalaginu. Það voru ekki leiðin í kosningar. Þannig að þessi stjórn springur, það ekki farið í kosningar. Í kjölfarið mynduð vinstri stjórn Steingríms Hermannssonar sem situr þá út kjörtímabilið í 3 ár og bara í góðum friði, lítil átök. Í mjög vafasömu meirihluta þings. Mjög vafasömu meirihluta, þeir eru að kaupa sér fylgismenn. Það var svo sagt að einhver styrti það. Þeir eru sem sé að reiða sér fyrst á Stefán Valgeirsson, sem að gekk líka undir nafninu samtökum jafnrétti og félagshyggju. En svo þurftu þeir að styrkja stjórnina og til þess sáu þeir að það var hægt að fá borgarflokkin inn sem var undir forystu Albert Guðmundssonar, en gallinn var bara sá að Albert vildi ekkert fara í þannig stjórn og hvað gera bændur þá? Nú, það verður að finna einhver góð ráð og að því Albert var nú sennilega besti fótboltamaður okkar Íslendinga fyrr og síðar og hafði gert garðinn frægan í Frakklandi og Ítalíu og einhver hafði grunum að Albert sem var nú komin þá á efri ár myndi nú kannski vilja enda sinn feril sem sendiherra í Frakklandi
að þá Jón Baldvin bara gerður út af verkinu til að bjóða Albert að verða sendiherra í Fraklandi. Og Albert tekur þessu og hættir í pólitík og Júlíus Sólnes verður þá í forystu í borgarflokknum og hann tilbúinn til að koma inn í ríkisstjórnina. Og það sem svona sögulega merkilegt við þá ríkisstjórn sem að flestir muna ekki eftir það að þetta þessi stjórn frá þá 89 til 91, hún fyrsta 4 flokka ríkisstjórnin á Íslandi. En okkur sem ekki muna margir eftir henni, þetta nú ríkisstjórnin sem með þjóðarsáttasamningana? Já, en ég held að það sem ég á við menn muna ekki eftir að það hafi verið til 4 flokka ríkisstjórn á Íslandi. Og að hún hafi bara, þó það hafi bara verið í 2 ár, þá hafi hún bara gengið varðandi samvinnuna í ríkisstjórninni, takk fyrir algjörlega prýðilega. Og hún reyndar, ég held að hún hafi nú verið líka oft vanmetin, hún kom merkilegum hlutum í gegn. Skattabreitingum? Hún kom, og í rauninni þá... uppspilið af EES-samningnum? Hún náttúrulega var, það var náttúrulega 95% eða meira búið að semja EES-samningin þegar að þessi stjórn fer frá. Þó að eftir kosningar hafi bæði Framsókn og Alþýðubandalagið ákveðið að vera á móti þeim samningum sem þeir eru sjálfir gert þegar þeir voru í þeirri stjórn. Þessi stjórn framkvæmdi líka mikilvæga hluti varðandi svona aukið frjálsræði í viðskiptum sem að sumpart tengdist kannski EES og svo voru náttúrulega þjóðarsáttasamningarnir gerðir í hennar tíð þó að menn séu enn að rífast hversu stóran hlut ríkisstjórnin hafi átt í því og hvað það hafi bara verið fulltrúatir á vinnumarkaðnum. En bændunum voru hann líka. Við erum náttúrulega hér bara, þetta svo löng innskot hjá okkur og það allt þér að kenna því og gefur alltaf með nýja spurningar. En það sem ég var að segja var það að þarna sprakk stjórn í beinni útsendingu 88. Síðan á 35 árum hafa stjórnir bara sprungið tvisvar. Annars vegar 2009 og þar var ekkert COVID en það þurfti hrun til þess að sprengja stjórn Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks. Og síðan 2017 þegar að Björt framtíð á næturfundi ákvað að sprengja stjórn út af hvaða uppreist ærumálsins sem að ég held að engin stjórnmálaskýrandi eða stjórnmálamaður hafi átt von á eða geta skilið af hverju Björt framtíð gerði þetta. En að því verðum að tala lítið fylgi. Og Björt framtíð náttúrulega það sem gerðist í kostingum bara fáinum mánuðum síðar var að hún þurrkaðist út. Já. En að því verðum að nefna fylgi, heldur að það geti haft áhrif til dæmis á ákvörðun Bjartar framtíða þarna, hvað þessi ríkisstjórn hafði alltaf litla innegn á þjóðinni? Það getur mjög vel hafa komið inn í. Það var fullkomlega stemmingslaus ríkisstjórn. Algjörlega, hún náði engu flugi og hafði minnsta mögulega meiri hluta, 32 þingmenn. Og sá 32. maðurinn var í rauninni aukamaður. Hann var maður sem Sjálfstæðisflokkurinn hefði fengið vegna galla á kosningakerfinu og átti alls ekki að fá. Þannig að... ríkisstjórn sem aldrei átt að verða. Ekki ef að kosningakerfi hefði verið í lagi. En hún náði aldrei flugi og þetta gæti vel hafa haft áhrif á Bjarta framtíð. Og þegar maður sá líka þegar maður fylgdist með ákvarðanatökunni að þetta var á næturfundi og sumpart á staðinum, sumpart held ég í fjarfundabúnaði og allt þetta bar vottum það sem sjóaði stjórnmálamenn myndu segja reynsluleysi. Það að segja að þarna bara nýr flokkur og hann kann ekki reglurnar og hann ekkert sjóaður í pólitík og hann náttúrulega þá verið í stakk búinn til þess að taka á sig ágjafir heldur en gömlu góðu eða gömlu spiltu eða hvað þú vilt kalla það flokkarnir. Það hefur ekki verið gert grín að Bjartri framtíð. Mér minnir að það hefur verið sagt á þessu fundi að þá hafi úrslitin ráðist þegar einhver rakin höfðinum opið glugga og fylgdi ríkisstjórn. Þetta hef ég ekki gert. Þetta góð saga. En heyrðu, af því að þú vilt fara svona í söguna. Þegar það var ágreiningurinn í tengslum við ráðherraskiptin, þá var mjög erfið vika fyrir ríkisstjórnina. Auðsvöldlega hafði aldræðandi
ráðherraskiptana einhvern veginn farið illa í grasrót Sjálfstæðisflokksins og hann kemur svona vígrifur inn í vikuna og síðan kemur kvala ákvörðun Svandísar. Þá hugsaði ég einmitt ríkisstjórn Þorsteins Pálssonar 87 til 88 sem að sprakk svona miðju kjörtímabili líka út af ákvörðun. Það var það Sjálfstæðisflokkurinn sem kom með svona breytta stefnu skyndilega. Já, í efnahagsmálum. Já, í skattamálunum. Það sem að Jón Baldvin hafði verið að berjast fyrir því að hafa bara flatan vask á allt og það var nýbúin að taka hann upp, vildi ekki skemma hann að það var eitthvað 2 þrep í honum og það var kallað mataskattur því að þá var verið að hækka á söluskattsprósentuna og það var grýtt húsið heima hjá þeim á Vesturgötunum með eggjum og mikill háaði. Svo þegar það fyrir að líða haustinu að þá allt í einu hendir Sjálfstæðisflokkurinn inn tillögu að lækka þrepið. Og það var litið af það sem svona brot á einhverju samkomulagi, svipað og svona hluti af almennum þingmönnum Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks létu gagnvart ákvörðunum að stoppa hvalveiðina. Það sé kannski það máli miklu minna, hitt var svona held ég að Alþýðuflokkurinn hafi litið á sem hitt af sínum aðalmálum á þessu tíma. Þannig að það var eitthvað í tengslu við svona stemmingunni kring ríkisstjórnina sem að myndi mig miklu meira á þann tíma heldur en til dæmis Panama-stjórnina eða hrunstjórnina eða þetta sem þú ert að rifja upp núna þegar ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar gufuð upp. Og þá var það möguleikin á því kannski erum við ekkert á leiðin í kosningar, kannski bara hendu við VG út úr ríkisstjórn og tökum bara Flokk fólksins inn eða eitthvað slíkt. Já, í rauninni ég held að sko að ef að sem sé þetta nú sjóað fólk sem og reyndir stjórnmálamenn sem vera þarna við stjórnvölinn og mér finnst það ákaflega ólíklegt að þeir vildu rjúfa stjórn og fara beint í kosningar. Sá möguleiki að þeir hentu Vinstri grænum út og fengu einhverja aðra inn í staðinn. Það er svona sviðsmynd sem að myndi skilja miklu betur að gæti átt sér stað en einhvern veginn þá hef ég nú ekki séð fyrir mér að það virki mjög raunhæfur kostur í augnablikinu en það er samt sem áður líklegri kostur heldur en að þau slíti bara stjórninni og fari í beinar kostningar en þetta auðvitað allt saman spekulatíft, við vitum þetta náttúrulega ekki. Nei, við heyrðum það samt svona úr grasrót, sérstaklega Sjálfstæðisflokks þess að voru svona vangaveltur þetta. Já, menn maður verður hins vegar að hafa í huga sko að þegar að gefur á bátinn að þá eru það nú oft hásettarnir sem að fara að skrækja eða hafa hæst sko og gagnrýna en það eru skipstjórarnir sem að ráða í rauninni í langflestum tilfellum. Nefnir í Bounty. Hvað segirðu? Nefnir á Bounty. Nefnir náttúrulega bara Bounty, enda mannst nú hvernig það fór. Herðu, en flokkarnir, það er VG, búin að missa helminginn af kjörfylginu síðast. Já. Þeir eru núna að mælast bara undir 7%, eru lægri heldur þeir voru. Ég var að rifja það upp hérna áðan og þeir eru lægri heldur en þegar var boðað til blaðamannafundar út í Norræna húsinu í aðdraganda kosningarna 2013 og Steingrímur J. vék fyrir Katrínu Jakobsdóttur. Já. Það var óvinsæl ríkisstjórn sem var á svipuðu róli og ríkisstjórnin er núna og flokkurinn lægri en náttúrulega í aðdraganda kosninga þar sem að skipti máli hvernig ætti að leiða þetta. Þannig það er staða, ég er ekki að segja að þetta sé sambærileg staða því það eru eitthvað kosninga sem að svona voma yfir. Þetta er samt, þetta er bara einn versta staða sem að VG hefur verið í. Já, ég man ekki eftir að þeir hafi nokkuð tíman verið með svona lága fylgistölu nema þá á fyrstu mánuðum flokksins vegna þess að þeir sumir nýjir flokkar byrja þannig sko að þeir hoppa upp í 15-20% og eru svo að minnka. VG eins og kvennalistinn hafði hinsegin fylgiskurvu byrjuðu kannski 1, 2, 3 og voru síðan að bæta við sig og VG fékk að mann rétt í kringum 9% í sínum fyrstu kosningum 99. Þannig að þetta er mjög svona svart útlit fyrir VG en í rauninni það sem að menn gátu búist við. Ég sagði það og það vissu það í rauninni allir að þegar að Katrín vindaði þessa ríkisstjórn 2017 að þá var mjög líklegt bæði út af því að eins og ég var að tala um áðan þessa almennu tilneyingu að flokkar tapi frekar á því að vera ríkisstjórn en ekki síður það að Vinstri græn fari í
stjórn með Sjálfstæðisflokknum, að það var náttúrulega vitað að það færi ekki mjög vel í marga vinstri stuðningsmenn þess flokks. Þannig að í rauninni þá velur flokkurinn það að vera í ríkisstjórn og reyndar menn með ekki gleyma því, og það kannski tákgrænt líka, að þarna fá vinstri sósíalistar á Íslandi í fyrsta skipti forsetisráðherra landsins. Og þegar við vorum strákar hefði náttúrulega engum dottið í huga að það gæti verið möguleiki. Ég man bara eftir því að þeir eiginlega grétu að undrum þegar Svava Gestsson var gerður að sendi þeirra. Já, já. Það var eiginlega bara í gær. Þannig að þessi svona tilfinning að vera eiginlega fyrir utan samfélagið hefur alltaf verið sterk í þessar hreyfingu. Nákvæmlega. Og það var allt vitlaust á Morgunblaðinu þarna í kringum 78, 980 þegar að Lúðvík eða Svavar fengu umboð. Allir vissu náttúrulega að þeir eru ekki forsetisráðherrar, en bara þeir fengu umboðið þótti fáheyrt. En í rauninni þá náttúrulega lifir þessi stjórn af mjög óvinnulegt, og eins og við erum búin að út af COVID fyrst og fremst, og þá ákveður Katrín meðal annars eða þau þrjú að halda áfram, og þá gat maður nú eiginlega ekki séð neitt fyrir sér að þegar COVID var í búið og að það færi aftur, pólitík færi aftur að snúast hinn venjulegu mál, hægri og vinstri færi aftur að skipta máli, að þá yrði það erfitt fyrir Vinstri græn, og þetta væri eiginlega bara ávísun á að þau myndu halda áfram að tapa fylgi eins og raunin hefur orðið. Það sem við finnst við að breyst núna síðustu mánuðina, og þó að við höfum í rauninni haft sama stóra mynstrið styrkflokkana, 2 flokkar á milli 20 og 30%, hinir eiginlega allir á bilinu 5 til 10, eða kannski aðeins meira, að það mynstur hefur haldið tölvert lengi. Auðvitað getur það breyst sama kosningum, það vitum við auðvitað, en það hefur verið býsna stöðugt. En það sem hefur breyst er að sko hinir stjórnarflokkarnir hafa líka verið að tapa mjög illa. Sjálfstæðisflokkurinn vísur ekki mörgum kannunum farið undir 20%, en Framsókn er líka búin að tapa helmingina fylginu sem hún fékk 2021, en reyndar hafði hún fengið mikið af því fylgi, hún hafði rokið upp á tiltölulega skömmum tíma. En haldið í þetta missi í gegnum sveitarstjórnarkosningar, það er líka sigur vera sveitarstjórnar. Það reyndar mjög merkilegt að það virðist sko með einhverjum hætti, ég veit ekki alveg af hverju, en sem sé sko í sveitarstjórnarkosningunum 22, þá unnu náttúrulega Framsóknarflokkurinn mjög fínan sigur í Reykjavík, og víðar. Já, og víðar, en þegar maður skoðar fylgist þróunin hjá Framsókn á landsvísu, að þá hélt flokkurinn nánast alveg sínu 17% fylgi fram á mitt ár 22, en þá virðast ríkisstjórnaráhrifin koma fullt, og eftir það hefur flokkurinn verið bara á niðursveiflu og er reyndar komin í einhver 8, 9, 10%, eins og hann var reyndar lengst af á kjörtímabilinu 2017 til 2021. Já. Það er VG áður en að þessi niðursveifla byrjar eftir COVID. Já. Og ég held að Íslandsbanka salan í apríl, komu fréttirnar í apríl 2022 hafi haft áhrif. Það er að draga svona línu, það er bara þá hrynur það. Fyrir það, ef maður dregur þessa línu, að þá hafði VG tapað þó nokkru fylgi, en heldur svo áfram að síga núna, en ekki Framsóknarflokkurinn. Það er ekki fyrir en eftir vorið 22 sem að byrja að hrynja honum, og hann er komin inn á sama stað og VG. Og hvað, ef við tökum sko Katrínu sem formann, hún tekur hann við eins og ég rifið upp í Norrænhúsinu í aðdraganda kosningarna 2013, og nær að lyfta flokknum einhver hlutu upp, þannig að sko stóri taparinn er frekar Samfylkingin. Hún nær að 2013. 2013, já, akkurat. Og svo nær hún að sko VG fellur ekki ríkalega og Samfylkingin svo í kosningunum 2016. Pengur bara fína kosningu 2016 og líka 17. Og í aðdragandi kosningarna 2017 þá var sko VG að mælast í 25% fylgi. En tapaði á síðustu svona 2 vikunum. Þetta þeir sem
eru minnir muna eftir þetta svona kosningarnar þar sem var talað skattakötu, sem skrýmsladeild Sjálfstæðisflokksins hamaðist á VG mikið og þeir enduðu þarna í 16,9. Já, ég hef vísu miklu efasemdir að skattakötu og auglýsingarnar hafi haft þessi áhrif vegna þess að sko mér finnst miklu líklegri skýring að þessar mælingar á VG hafi bara verið of háar þegar að nálgast kosningarnar þá fari menn svona, þá færðu á úrslit sem eru nær því sem var áður en það sem gerir mig sérstaklega tortrygginn á það að sko skattakötu auglýsingarnar hafi haft mikil áhrif ef þú spyrir bara í hvaða markhóp eða á hvaða markhóp hefðu þessar skattakötu auglýsingar átt að hafa áhrif og það myndi nú helst vera kjósendur Sjálfstæðisflokksins og við vitum það að það er sáralítil hreyfing á kjósendum milli Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna sko, en þetta er náttúrulega hefur skemmtigildi og en reyndar text Sjálfstæðisflokknum oft og þú andmælir því ef það er átt tekstunum ofta tala tillögur að leggja skatt á hérna allra best settu sem svona almennar skattahækkanir og getur valdið svona ótta í svona, hvað ég að segja, klassísku lágstéttarfylgi Sjálfstæðisflokksins til dæmis. Það sem er óttast að þegar menn leggja til þess að verði eðlilegi skattar á einum allra ríkustu, að það eigi nú ekki að skatta á okkur öllum. Já, það er alveg hugsanlegt. Þetta er náttúrulega algengt skiluru að flokkar sem að sjáum það til dæmis líka á republikonunum í Bandaríkjunum sem að andæfa sérstaklega sko tekjum á hérna ríkustu að auðvitað reyna þeir að tala að þeir séu bara að þær tillögur líka séu bara almennar skattahækkanir sem þeir auðvitað ekki og maður sér þetta svolítið hérna sko þó að eitt af því sem ég tók eftir fyrir síðustu kosningar 21 sko var að bæði það voru náttúrulega stjórnarandstöðuflokkar sem að töluðu fyrir því að setja á einhverja aukaskatta á þá sem allara best hefðu það en undir það var tekið bæði hjá ýmsum í náttúrulega Vinstri grænum og líka í Framsóknarflokknum sem ég tók sérstaklega eftir og mér hefur ýmislegt sýnst alveg frá þeim tíma að Framsóknarflokkurinn hafi verið að setja upp með svona milt vinstrabros sem að gerir oft í kostingum og hérna þeir voru lengi með Hermann og Jónas þar sem Hermann settu vinstrabrosið og Eysteinn hægra brosið því að það eina sem að þau getur verið vissum með Framsóknarflokkin er ef það verður mynduð öðruvísi ríkisstjórn til næstu kosningar þá vil Framsóknarflokkurinn mjög gjarnan vera áfram í þannig ríkisstjórn. Herðu, en ég var að rekja hérna sögu Katrín Jakobsdóttur. Tekur við flokknum í erfiðri stöðu, næra siglunum upp í gott fylgi allra kosningarna 2017 og verður forsætisráðherra, gríðarlega vinsæll stjórnmálamaður. Gríðarlegt afrek. Og bæði Framsókn og Sjálfstæðisflokkur er bara guðslumandi fegin að hún sé í hérna ráðuneytinu. Síðan hérna kemur COVID og það eru kosningarnar, hún tapar. Það er Framsóknarflokkur sem bjargar ríkisstjórninni. En vegna svona persónufylgis hennar að þá sætta flokkarnir sig við það að hún sé að leiða ríkisstjórnina þó svo það sé minnst í flokkurinn. Núna eru komna skoðanakannanir sem sýna það að þetta er flokkur sem gæti bara falla út af þingi og þá ef ég þekki Sjálfstæðismenn rétt að það fer í taugarnar á þeim að hafa leiðtoga í ríkisstjórn af svona flokki sem að nýtur svona lítils fylgis vegna þess að leiðtogi í ríkisstjórnina verður að njóta mikil fylgi meðal þjóðarinnar. Er Katrín komin í eitthvað svona stöðu sem að verður erfitt fyrir hana að vinna úr? Ekki bara það að berga flokknum sínum, heldur hún kannski ekki með að sömu innegn hún hafði áður til þess að þegar hún reif flokkinn upp úr sárum. Já, ég sko held nú reyndar að það sé sko svona sérstök áhrif foringja á fylgi séu oft ofmetin. Já. Þú segir þetta oft og ég endurtek þetta oft ég hef grunum að fólk heyrið ekki segja þetta því að fólk virðist trúa því að sko persónur ráði öllum fylgi. Já, það er og ég held nefnilega að persónur sem slíkar ráði mjög litlum fylgi og gæti útskipt það í löngu máli. Hins vegar þýðir það ekki að persónurnar séu skipta engu máli. Það skiptir mjög miklu máli til dæmis að foringi flokks honum takist að kjarna stefnu flokksins. Hann geti komið því til skila á mannamáli til fólks fyrir hvað flokkurinn stendur og gerir það með skýrum hætti. En hins vegar hvort að hann er rétt litgreindur eða sætur eða eitthvað svoleiðis, það sé ekki stórir þættir. En við sjáum til dæmis það er ágætt dæmi finnst mér að bera núna saman
Katrínu Jakobsdóttur og Kristrúnu Frostadóttur. Í síðustu mælingum sem ég sá á svona trausti til stjórnmálamanna eða vinsældir stjórnmálamanna, þá hafði Katrín minnkað, hennar vinsældir höfðu minnkað frá því sem var þegar þær voru mestar, þegar helmingur kjósenda vildi að hún yrði forsætisráðherra eftir síðustu kosningar og hvort að Kristrún var komin aðeins yfir hana, en þær voru allavega á svipuðum slóðum. Þarna ertu sem sé með þá 2 glæsilega vinsæla stjórnmálamenn. Annar flokkurinn er á hraðri uppsveiflu er nálgast 30%, hinn er á niðursveiflu og það er að nálgast í rauninni hættumörkin við 5%. Þetta finnst mér miklu eðlilegra að skilja út frá málefnaáherslum, hvernig vinstri grænum er fyrst og fremst refsað af vinstri sinnuðum kjósendum fyrir það að vera í þessari ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum. Það getur maður alveg skilið. Og hérna... Og ekki ná einu af sínum málum fram. Já, ég held nú að það séu reyndar ígjur að þeir ná engu af sínum málum fram, sko, en það er allavega sagt. Og þeir sem eru á vinstri kantinum og ekki ánægðir með þetta, þeir segja náttúrulega að þeir hafi ekki náð sínum neinum málum fram. Hins vegar ef þú hlustar á sjálfstæðismenn og sérstaklega þá sem eru í hægri kantinum þar, þá eru þeir nú ekki mjög ánægðir með framistöðu þessarar kommunistastjórnar sem að þó að hún hefur náttúrulega lækkað eitthvað skatta en ekkert í líkingu við það sem að hérna harðlínumenn myndu vilja og í rauninni kannski eru þessi heyrist mér að þessi gagnrýni á hægri kantinum sé miklu meiri í þá áttina að það sé hérna ekkert hófhaft á ríkisútgjöldunum og það sé bara að safna skuldum og og með sinn formann í fjármálaráðuneytinu. Með sinn formann í fjármálaráðuneytinu, búinn að vera með sama formann í fjármálaráðuneytinu síðan 2013, alveg eins og þeir eru myndir á það í útlendingamálunum að þeir eru búin að vera með það ráðuneyti síðan 2013, en í rauninni sko finnst mér þetta svolítið kristalla, það sem ég upplifi sem dálítinn óheiðarleika í pólitík sem þú hefur sumpart allstaðar, en mér finnst hann sérstaklega kannski ábyrrandi hér, það er að segja þegar að menn halda því fram að þeir vilji halda áfram öllum útgjöldum til svokallara góðra mála, velferðarmála og einhvers þess áttar, en hérna svo viljið þið líka lækka skatta. Og fyrir flestum er algjörlega augljóst að þetta tvennt fer ekki saman. Ef þú vilt í rauninni sem sé halda háum standard á velferðarmálum, þá getur þú ekki lækka skatta, það er miklu líklega að þú þurfur bara að hækka skatta. Og einhver vúdú-hagfræði sem maður heyrði hér á tímum nýfrjálshyggjunar, að þetta væri allt í góðu lagi vegna þess ef þú lækkaðir skattana, þá mundu tekjur ríkissjóðs aukast svo mikið að það gerði meira en að bæta upp sko lækkunin og skattprósentu. Þetta er nú ennþá stefna Sjálfstæðisflokksins. Þetta er náttúrulega bara ideológía og þessi ideológía hefur sko hvergi staðist neitt próf reynslunar. Engin alvöru hagfræðingur tekur mark á þessu og síðasta tilraunin til þess að útfæra þetta með djörfum hætti var auðvitað Liz Truss í Bretlandi sem að bara ætlaði að framkvæma og hélt fram nákvæmlega þessum rökum en þá var svo komið fyrir þessari kenningu að markaðirnir tóku ekkert mark á henni, trúðu því alls ekki að svona skattalækkanir sem hún ætlaði reyndar að alltaf fá lánað fyrir að þær myndu skila þessum efnalega árangri og hún var að rökklast frá eftir fáeina mánuði. Og hlegin út af sviðinu. Já, hlegin út úr húsinu. Því að þú nefndir að áðan, VG nær engu sínu fram og andmæltir því með því að segja að tala óánægju sjálfstæðismanna. Ég ætla að pröfa á þeir eina kenningu. Þetta getur hvort tveggja verið rétt. VG nær engu fram en sjálfstæðismenn eru óánægðir. Það er ekki sönnu þess að VG ná okkur fram vegna þess að það sem að VG gerir þeir eru með neitunarvald á því sem að sjálfstæðisflokkur vil gera og þess vegna eru sjálfstæðismenn óánægðir að þeir fá ekki sitt fram en það þýðir ekki endilega að VG ná sínu fram.
Nei, það í sjálfu sér rétt. Það er, og þú ert þá væntanlega að hugsa til dæmis útlendingamálin og hvalamálið. Já, bara réttlætismál, stöðu, lágtekjufólks, verkalýðsleigjenda, leigubremsa, við getum talið upp. Þegar ég var að tala að það væri kannski ósanngjarnt að VG næði engu fram, sko, þá var ég nú meira að hugsa kannski ríkisútgjöldin, að einhverjir í Sjálfstæðisflokknum og kannski Framsókn hefðu nú gjarnan viljað, sko, til þess að ná jafnvægi í ríkisfjármálunum, ef þau má ekki hækka skatta, að þá náttúrulega þýðir það bara að það þarf að skera niður einhvers staðar í almannaþjónustunni. Og VG-mennirnir sem verja þetta geta sagt, heyrðu, við höfum nú ekki bara, sko, verið á bremsunni í hvalamálunum og útlendingamálunum, við höfum líka komið í veg fyrir að það gengið að þeim sem að þurfa að njóta almannaþjónustu. Þetta er algeng rök VG þess að segja, ímyndu hvernig þetta væri ef við værum ekki það. Já, og það í rauninni mjög eðlileg viðbrögð í þeirri stöðu. Svolítið veik framsetting stjórnmálaflokks. Já. Það verður að segja. Herðu, þú vilt ekki gera mikið úr veikri stöðu Katrínar Jakobsdóttur, hún sé komin á eitthvað svona eftir, sko, glæsilega ferð frá árinu 2013 þangað til hún verður forsætisráðherra og svo náttúrulega síðasta kjörtímabil og svo núna að þetta sé erfitt fyrir hana að hvað segir maður? Ég ger ekkert lítið úr því að þetta hlýtur að hafa tekið verulega á Katrínu og manni finnst manni stundum sjá það á henni, sko, að hún sé nú kannski orðin svona trött og slíten milli þess sem að hún brosir auðvitað og tappir og ekki síst jarmaði það á erlendum vettvangi þegar hún að hitta aðra þjóðarleiðtoga, hún gerir það sem sé ennþá alveg Þeir eru ekki að skammana fyrir sérstaklega glimrandi. Þeir eru ekki að skammana fyrir að geta skít með sjálftalun. Nei, þeir eru að rósenni fyrir að vera með NATO í Úkrænustríðinu. Ég ætla að segja aðra hetjusögu sem er Sigurður Ingi sem að tekur við sem forsætisráðherra í Panama-málunum 2016, vill halda áfram með flokkin, vinnur Sigmund Davíð í kosningum, gengur svona, en hann með svo klofnar flokkurinn í höndunum á. Já. En síðan kemur, sko, og hann komið með flokkin, þú varst að rifja upp, bara í 8% í skoðanakönnunum í aðdraganda kosninga, en hann síðan rífur flokkin síðan upp og eiginlega næstuði gengur af miðflokknum dauðum í kosningum. Miðflokkur er bara rétt slappinn á þing. Þannig að Sigurður Ingi er kóngurinn, búinn að vinna allt, en síðan einhvern veginn bara á eiginlega tæpu ári að þá er hann bara í frjálsu falli og flokkurinn lendur eiginlega í jafnvondum málum. Hann er í 8,8% í Gallup núna. Sigmundur Davíð er í 7,2. Þannig hann er byrjað að anda í nakkan á honum aftur. Þetta er eins og í hryllingsmyndum. Þú er bara að drepa skrímslið en þá rís það upp aftur. Hvað gerir Sigurður Ingi? Þetta er svona þríhöfðað þurs. Miðflokkurinn hefur aðeins verið að rísa í konunum undanfarið. En aðalmálið er náttúrulega bara að Framsóknarflokkurinn hefur verið að fara niður. Ég held að þetta sé í sjálfu sér, sko, bara þau kaup á eyrinni sem við getum búist við, sérstaklega þessi árin, að það er þessi hreyfanleiki á kjósendunum og þó að flokkarnir sé að fara svona upp og niður, að þá er ekki endilega á því nein sérstök skýring. Aðalskýringin á því að held ég á því að Framsókn hefur farið niður núna. Ég er nokkuð viss að það er ekki vegna þess að mikið af kjósendum Framsóknar frá 21 hafi farið yfir á miðflokkin. Það virðist vera meiri samgangur milli kjósenda miðflokksins og sjálfstæðisflokksins. En sko þegar samfylkingin fer úr tæpum 10% í 28%, þá koma þeir kjósendur náttúrulega einhvers staðar frá. Og við vitum svo sem ýmislegt hvaðan þeir koma. Þeir koma að töluverðu leyti frá VG. Áraðanlega mikið af því fylgi sem að VG hefur tapað hefur farið til samfylkingurinnar, hugsanlega kannski eitthvað líka til sósíalistaflokksins eins og gerðist, sko, í síðustu kosningum, en sósíalistaflokkurinn hefur nú verið á svona í kringum 5%,
Þannig að hann hefur ekkert verið að bæta neitt rosalegu við sig frá síðustu kosningum. Þetta eiginlega sagan svo að sko ríkisstjórnarflokkarnir hafa allir tapað. Já. VG og Framsókn mestu, Sjálfstæðisflokkurinn hlutfallslega minna og svo flokkur fólksins tapað. Já. Allur þessi ávinningur fer til Samfylkingarinnar. Flokkarnir sem að er bara óbreytt að frétta, það eru sósíalistar, Viðreisn og Píratar. Nákvæmlega. Og auðvitað eru alltaf færslur svolítið í allar áttir en megin straumurinn hefur greinilega legið sem sé frá Vinstri grænum og þá Framsókn til Samfylkingarinnar. Það ekki bara best að kjósa Framsókn fylgið líklega hjá Samfylkingunni í dag? Það er mjög líklegt. Er ekki bara best að kjósa Kristrúnu? Já, það er sko og það því að þó að hún sko ég hef nú ekki trú á því að karaktereinkenni leiðtogans ein og sér skipti máli, þá hefur Kristrún líka framkvæmt í rauninni róttæka áherslubreytingu þar sem að hún orðar þetta þannig að hún vilji leggja meiri áherslu á kjarnamál klassískrar jafnaðarstefnu og þau mál sem að brenna á fólki. Og í rauninni þau mál sem brenna á fólki, velferðarmálin, heilbrigðismálin, félagsmálin, eitthvað þessartar, húsnæði og láta frekar önnur mál sem að stundum eru kölluð mál góða fólksins, mannréttindamál ýmiss konar, útlendingamál, Evrópusambandið, ekki að flokkurinn skipti skoðun á þeim málum, heldur seti hann það ekki í sama forgang eins og hann gerði áður og þetta og líka það að hún náttúrulega nýtt andlit sem getur skipt máli og að hún líka fyrir minn hatt alveg eins og Katrín alveg sérstaklega hæf í rauninni í því hlutverki að koma skilaboðum á framfæri og mér hefur fundist Kristrún, hún minnir mig stundum á Jón Baldvin í varðandi það. Skýra Framsókn. Varðandi það. Þegar ég var blaðamaður og þá þegar maður talaði við Jón Baldvin, þá gæti maður skrifaði orðrétt upp eftir honum. Það var alveg einstakur maður. Það var þess alveg glata að taka viðtal við Davíð Oddsson því að hann kláraði aldrei innan setningar. Það var meiri háttar hausverkur að sjóða eitthvað upp úr þessu. Má bara tala við hann. Þá hefur þú bara haft alveg. Þú gæst bara kveikt á tækinu og Jón Baldvin talaði þetta í sko greinaskilunum. Já, eins og Ólafur Ragnar kannski. Já, munurinn var sá að því að Ólafur Ragnar sagði eitthvað, ég nú var að, ég bara, við háum ekki hringið þetta í smástund, hvað spurningin? Þannig hann fór alltaf að skrifa hana, svo hringdi hann tilbaka og sagði, ég kom með svarið. Og svaraði vantanlega annarri spurningu heldur en þeirri þá spurðir. En það sem ég ætlaði að bera saman með hana Kristrúnu og Jón Baldvin sem að, sko, ekki mjög margir stjórnmálum eru mjög góðir í. Það annars vegar að tengja í svari sko, þau dægurmál sem þú ert að tala segjum til dæmis húsnæðisvandan eða vísitöluna eða einhver efnahagsmál að fjalla bæði það og tengja það síðan sem hún gerir eiginlega alltaf að reyna að útskýra kannski í 1-2 aukasetningum hvernig þetta tengist þeim kjarna jafnaðarstefnunar, hugmyndafræðinar tengja þannig að þetta finnst mér, hef ég engan síð að gera jafnvel á vinstri vangnum eins og hún síðan að Jón Baldvin því hann gerði þetta mjög gjarnan og gerði það með miklum sóma. Herðu, þú ert af góðum og gegnum krataættum úr Hafnarfirði. Já, ég get nú ekki neitað því. Já, sem að mörgum þykir vera mjög fínt þó að aðri vilja segja kannski að krataættir frá Ísafirði svo ennþá betri. Já, þetta standa helstu deilur Hafnarfjarðarkrata, gamalla Hafnarfjarðarkrata og gamalla Ísafjarðarkrata þegar þeir hittast í samkvæmum. Já, ég sá það í könnuninni í Gallup sem náttúrulega það vill svo til að samfylkingar er nákvæmlega sama í maí og júní og það gerist líka í Gallup, í maskínu. Heldurðu að þetta sé toppurinn 28,4 ef ég maður rétt? Ég hef nú almennt verið þeirra samfylkingin gæti ekki farið upp fyrir 30? Ég hef nú almennt verið þeirra skoðunar sko að líkurnar á því í þessu nýja flokkakerfi þar sem þú ert með flesta flokkana á bilinu 5-15% þá sé það frekar ólíklegt að nokkur flokkur geti farið upp fyrir 30% múrin. Það hins vegar auðvitað ekki útilokað. Ég meina,
við höfum séð það til dæmis í Skandinavíu þar sem að sko svipuð þróun hefur átt sér stað sem stóru flokkarnir hafa orðið minni og krataflokkarnir sem voru oft með 40% verða bara í sæmilegu ára að sætta sig við 25, 6, 7 að þar kemur það ennþá fyrir að einhver flokkurinn skýst réttu fyrir 30 og það gæti auðvitað gerst. En sko við vitum náttúrulega almennt að skoðanakannanir á miðju kjörtímabili eru léleg forspá það hvað gerist í kosningum. Og mjög algengt að eitthvað flokkur eiginlega visti svona Píratarnir gerði þetta. Já, það ég ætlaði að nefna sérstaklega. Ég vísaði á VG áðan sem fór upp í 25 hérna eftir Panamaskjölin. Það er mörg dæmi svona. Já, það er eins og skútan einhvern veginn leggi við var hjá einhverju flokki. Já, það sko skýra það dæmið þetta sko þar sem að væri kannski eitthvað í líkingu við þetta góða fylgi samfylkingar núna í marga mánuði væru einmitt Píratarnir þarna veturinn 2015 og 16 já, þá heldur voru þeir með milli 30 og 40% fylgi í 11 mánuði samfellt og síðan 7 mánuðum fyrir kosningar þá fer það að fara rólega milli niður undir 30 og svo enda þeir í 14,5% í kosningunum. Og það byrjar að lækka við Panamaskjölin sem að myndu ætla fyrirfram. Það væri akkurat málið sem ætti að tryggja sko Pírötum stuðning. Þegar það gerist og kemur þessi 6 mánuða aðdragandi eða hvað það var að kosningunum, að þá byrjar þetta að bara að síga niður. Já, það sem manni kannski dettur hins vegar í hugað er að sko þetta fylgi Píratanna á þessum tíma sko hafi kannski mikið til við að við verulegu leyti verið svona andósfylgi, andkerfisfylgi skiluru þar sem menn eru óanaðir með alla gömlu flokkana. Við sáum náttúrulega þessi tilfinning hefur greinilega meiri eftir hrun heldur en fyrir hrun og hún birtist með glæsilegustum hætti náttúrulega í sveitarstjórnarkosningunum 2010 þegar að besti flokkurinn sem að menn held að væri nú bara djók, fekk bara 3/4 atkvæði í Reykjavík og borgarstjóran. Og flokkur Odds Blikk fekk hreinan meirihluta á Akureyri í þeim kosningum sem enginn hafði fengið áður. Og í Kópavogi þá fekk næst besti flokkurinn mann og í Hafnarfirði þar sem fjórflokkurinn var bara einn í framboði þá sátu menn heim í stórum stíl og mér minnir að 15% kjósenda þar hafi mætt bara til þess að skila auð og láti ljósa andúð sína. Og ef maður velti þess, ef þetta er einhvern veginn svona sko, að þá gætu nú kannski samfylkingarmenn verið aðeins bjartsýnni að þeir muni ekki endilega feta í fótspor Píratana og enda í einhverjum 15% þó að það geti auðvitað alveg gerst. Því maður myndi kannski halda að þetta fylgi sem þeir eru að mælast með núna sé ekki samskonar skiluru andkerfis eða almennt andúðarfylgi þó að maður viti það náttúrulega ekki. Herðu, mér langar að koma eitt máli uppbútt. Við erum múin að sitja lengi. Það er svona eina af ráðgátunum sem að mér finnst verið í pólitíkinni í dag þegar maður horfa á svona flokkana á milli. Að þú tókst það fram að Kristrún hafi breytt svona áherslur í samfylkingunni meðal annars hætt að leggja Evrópumálin svona framanna. Fyrirfram hefðu líklega margir spáð því að þarna væri stóra tækifæri Viðreisnar til að vaksa. En það sem gerist er að Viðreisn vex ekki. Þá er það 2 kostir. Og þú kannski kemur með 3. ef það líkar ekki þá. Annarkvort var Evrópumálið aldrei svo stórt mál. Eða það er eitthvað að Viðreisn að jafnvel þessi gjöf sem fá frá samfylkingunni sem að margir hefðu spáð að væri svona eiginlega automatískt svona 2,5-3% sem að kæmi til þeirra. Dugar þeim ekki til þess að auka fylgi. Þeir eru meira þess að undir kjörfylginu. Og það sé nú í síðustu gallupkönnun. En það er fyrir flokk sem í stjórnarandstöðu er það svona ekki gott á móti mjög ómísaldi ríkisstjórn sem í frjálsu falli að vera eiginlega bara við kjörfylgi sitt. Og það Píratarnir að nálgast það líka. Annarkvært eitthvað að Viðreisn eða Evrópumálið er bara uppblásnast að kosning eða umræðumál á Íslandi ef það hefur ekki þessi neina áhrif? Ég skal segja þér get nú ekki séð að það sé neitt sérstakt að Viðreisn. Mér finnst þeir halda prýðilega á sínum málum. Hins vegar þá held ég að
að ef við skoðum bara söguna alveg frá því að sko Evrópumálin fara að komast hér á dagskrá í fyrrnefndri vinstri stjórn með borgaraflokknum þegar að ríkisstjórn Steingríms Hermannssonar var nánast búin að semja okkur inn í Evrópusambandið, þá hefur verið svona allur gangur á því hvort að þeir sem vilja ganga í Evrópusambandið eða ekki, hvorir eru stærri. Það hafði núna lengi sem sé eftir hrunið sko hafðu þeir verið heldur fleiri sem vildu ekki fara inn, heldur þeir sem vildu fara inn áður hafði það verið öfugt og síðustu mánuðina hefur það líka verið öfugt þannig að nú eru þeir fleiri, hafa þeir verið fleiri sem vilja fara inn. Það fylgir oft efnaðarstrengingum. Já, gerir það gjarnan. Það sem hins vegar einkennir þetta Evrópumál að það hefur aldrei, eða með skosti nánast aldrei, verið meðal aðal kosningamáluna. Og þegar að kjósendur eru spurðir eftir kosningar, hvaða mál sé þeim efst í huga eða þeir til í mikilvægast, þá hafa Evrópumálin alltaf skorað þar tiltölulega mjög lágt. Eina skiptið sem ég man eftir því að Evrópumálin hefði verið sett sérstaklega í aðal kjörorð flokks var 1991 sem var nú nokkuð háðulegt vegna þess að þá var ríkisstjórn Steingríms nánast búin að semja samning aðild að evrópska efnahagssvæðinu og í staðinn fyrir að hrósa sér að því í kosningabaráttunni þá kom Steingrímur með slagorðið XB, ekki EB. En í framhaldinu sjáðu til það svo alþýðuflokkurinn sem að fyrstur flokka tekur upp það stefnumál að vera að Ísland eigi að ganga í Evrópusambandið og þá man ég að þá voru einhverjir að spurja mig, þetta hefur sennilega verið 95, við sjáum í könnunum að sko 35-40% Íslendinga vilja ganga í Evrópusambandið. Alþýðuflokkurinn einu flokkurinn sem að býður upp á þann kost, ekki líklegt að hann fari fljúi með himinskautum. Og ég sagði nei, það ekkert örugt vegna þess að í kosningum þá forgangsraða kjósendur málum. Og það ef að þetta ætti að ganga eftir, þá þyrftu mjög margir kjósendur ekki bara að segja að við viljum ganga í Evrópusambandið, það það mál sem við viljum kjósa flokk út frá. Og að þessu leitinu þá held ég að skýringin á því að Viðreisn hafi ekki grætt á sem sé Evrópuumræðunni sé fyrst og fremst sú að það eru bara ekki nógu margir kjósendur, tiltölulega fáir kjósendur sem að segja að Evrópusambandið sé í fyrsta sæti þegar þeir velja sér flokk og svo geta þeir náttúrulega valið ýmsa aðra flokka og þeir geta til dæmis alveg valið Samfylkinguna vegna þess að hún hefur í rauninni ekkert breytt stefnu. Þannig að ef að Viðreisn og Samfylkingin færu saman í ríkisstjórn það væri meiri hluti í sem sé ríkisstjórnarflokkum fyrir umsókn ESB eða endurnýjaða umsókn ESB þá held ég að þetta engum í huga að Samfylkingin myndi ekki vilja vera til í það. Að vísu hafa þeir núna verið með þá tillögu stjórnar eða þeir sem eru hlynntir sko að vera fyrst með þjóðaratkvæðagreiðslu hvort að þeir halda áfram umsókninni og það nú virðist nú hyggilegt með við hvernig þetta fór síðast. En mér finnst það nefnilega, það eru margir sem hafa spurt þessar spurningar sko Viðreisn og ESB og ég held að kjarni svarsins og ég hef hugsað töluvert þetta sko og ég held að kjarni svarsins sé þessi að það hafi ekki með Viðreisn að gera, það hafi með náttúru ESB-málsins í huga íslenska kjósenda að gera. Ég ætla að koma eitt auka að því að vera að tala svona hvað verður kosið. Það var mjög athyglisvert þegar það var ráðherraskiptin og Bjarni Benediktsson stóð þarna á tröppunum á Bessastöðum og talaði mjög svona hvasst flóttamannamálin að Alþingi hefði brugðist og svo komu þeir hverju á fætur öðru forystumenn í Sjálfstæðisflokknum og sögðu að þetta væri stjórnlaust ástand. Einhver leyti hljóma þetta eins og sko forysta stærsta stjórnmálaflokksins var að setja flóttamannamálin inn í miðju íslenskra stjórnmála. Já, það hljómaði svolítið þannig. Hefur þú trú á því að næstu kosningar muni kannski snúast þetta mál? Ég held að það sé ólíklegt. En
maður veit ekki sko, það sem hefur náttúrulega einkennt íslensk stjórnmál og gert í öðruvísi heldur en hér í nágrannalöndunum er að við höfum ekki verið með populistaflokk sem að hefur verið með útlendinga andúð. Miðflokkurinn hefur að vísu verið að taka á sig svona meiri og meiri populísk einkenni og hann nú reyndar hefur verið aðeins að bæta við sér en bara með 8% og maður skilur það alveg að sko eitt af því sem að svona taktíst gæti fengið sjálfstæðismennina til þess að taka svona harðari afstöðu í útlendingamálunum sé að það að þeir séu hræddir að missa fylgi til miðflokksins sem að þeir hefur í rauninni sko hefur haft harðari stefnu í útlendingamálunum og hefur þar að ekki verið að boða kannski harðari andstöðu við ríkisafskipti heldur en sjálfstæðisflokkurinn. Þannig að hann í rauninni kannski í þeirri stöðu að miðflokkurinn gæti sótt eitthvað til hans. Miðflokkurinn til dæmis En þetta tvíbent fyrir þess að ef sjálfstæðisflokkurinn leggur áherslu á þessi mál og setur það á dagskrá, að það eiginlega óskastaða miðflokksins sem getur þá sagt að við erum þessa stefnu en við berum ekki ábyrgð á stöðunni sem að sjálfstæðisflokkurinn ber ábyrgð. Það getur verið mjög það er mikið til í því og í rauninni náttúrulega ef að sjálfstæðisflokkurinn tekur harðari stefnu í þessum málum að þá náttúrulega tekur hann áhættu á því að missa einhverja frjálslyndari og miðjusæknari kjósendur yfir til viðreisnar eða samfélkingarnar því að í rauninni náttúrulega mjög stór hópur sjálfstæðismanna, kjósenda sjálfstæðisflokksins sem aðhyllist frjálslynda útlendingastefnu kannski og hérna þó að mann vilji kannski gera einhverjar breytingar á því, sérstaklega á því hversu lengi sko, menn eru látni vera hér í biðröð án þess að fá afgreiðslu sinna mála að þá, samt sem þá hefur svona tónn og áferð skiptir máli en það kæmur fyrst að þetta hefur ekki verið mál hingað til og það held ég að stafi nú meðal annars af því að sko okkar innflytjendur það nú í fyrsta lagi tiltölulega mjög fáir múslimar en andúðin sem hefur verið blásin upp gegn útlendingum hér í nágrannalöndunum felst oft í bara mjög illkvittinni múslimafóbíu og hins vegar því Svíar nú bara að brenna Kóraninn á götum úti bara as we speak það að vísu en til viðbótar sko þá hefur það líka verið blásið upp á hinum Norðurlöndum til dæmis að innflytjendur séu að leggjast upp á bótakerfin meðan að fátækir gamli Svíar lepi dauðan og skel og þetta náttúrulega held ég að vísu mjög ofmælt en hins vegar hefur enginn getað haldið þessu fram á Íslandi vegna þess að hér eru útlendingar sko nánast ekkert á bótakerfum atvinnuþátttakan var ekki daginn að atvinnuþáttaka Venesúelamanna var hærri heldur en Íslendinga. Það er reynda breyst núna vegna þess að þeir fengu automatist 4 ára dvalarleyfi og atvinnuleyfi út af þessu að það átti að styðja eitthvað sem var að gerast í Venesúela. En svo núna eftir að það voru breytt lögunum þá hefur útlendingastofnun aftur farið að hafna þeim því. Þannig að nú eru þeir án dvalarleyfis og þannig atvinnuleyfis þannig að þeir eru aftur lent í sömu stöðu og aðrir hælisleitendur sem eru í einhverju svona limbói þannig að þeir geti ekki farið að vinna þótt þeir gjarna vildu sko. Það er breytingar á þessu. En það er náttúrulega held ég bara öllum mönnum ljóst sko að það væri engin leið að reka Íslands atvinnulíf hvað þá að hafa einhvern hagvöxt án þess að vera með þessu útlendinga. Þeir í rauninni reka eru ferðaþjónustan ekki síst sko. Þú ert ólíklegt að þetta verði Já, ég nú lélegur spámaður það er náttúrulega reyn spekulasjón en það kæmi frekar óvart ef þetta yrði svona aðalmál og ég er nokkuð klár á því að viðhorf af þessu tagi þau eru mjög fjarri því að vera meirihluta viðhorf meðal Íslendinga. Það komið fram í mörgum könnunum og svo það bara er það ekki hannig. Ég get nefnt dæmi sko að við höfum verið með sko í töluverðan tíma spurningu sem að í íslensku kosningarannsókninni sem að þar sem menn eru beðnir að taka afstöðu til fullyrðingar sem er eitthvað á þessa leið að útlendingar séu ógnun við eða alvarleg ógnun við þjóðareinkenni okkar Íslendinga. Og þegar við spurðum að þessu fyrst 2007, þá var það það bil þriðjungur
sem að sagðist vera þessara skoðunar, sú tala hefur lækkað nánast línulega og var síðast kannski komin í einhver 10%. Og þar að ekki held ég að pólitíska ástandið á Íslandi sé ennþá þannig að ef að sko einhverjir flokkar sem legðu áherslu á útlendinga andúð, og ég á nú erfitt með að sjá Sjálfstæðisflokkin gera það reyndar, en ef að þannig hópur einhverjir til einhverja flokka, að þá þætti mjög líklegt að minnstakosti í byrjun mundi afstaða hinna flokkana verða sú að segja, heyrðu, við myndum ríkisstjórn, við munum láta þessa gæja sitja í stjórnarandstöðu. Það reyndu nú menn í Svíþjóð. Já, en það tók líka langan tími í Svíþjóð fyrir populistaflokkana að komast í þá stöðu að geta orðið ríkisstjórnarflokkar. Þannig að það ég er að tala um fyrstu viðbrögð ef af þessu yrði sem að mér finnst reyndar frekar ólíklegt á þessu stigi máls. En auðvitað gæti populískur flokkur, það er ekkert skrítið að populískur flokkur fari í 10, 15, 20%. Ég meina, við höfum séð andkerfisflokka í sögunni fara í meira fylgi flokk, og það er nú kannski helst að nefna gömlu kommunistaflokkana í Frakklandi og Ítalíu sem voru með fylgi yfir 20%, stundum yfir 30%, voru kallaðir andkerfisflokkar. Kerfin hrundi ekkit og þeir komast reyndar ekki í ríkisstjórnir. En við sjáum svona flokka, populíska hægri flokka eins og Svíþjóðdemókratan yfir 20%. Nú eru kannanir í Svíþjóð sína það að Alternative for Deutschland mælist hærri heldur en Sósíaldemókratar, næststærsti flokkur. Í Þýskalandi. Já. Það er margt í gangi. En þetta er eitthvað sem maður virka á mann eins og sjálfstæðisflokkur er svona velta fyrir sér, hvort það væri eitthvað sem þeir getur notað. Já, það er mjög við þurfum ekki að ágjöra því að halda þessum sjálfstæðisflokk saman. Það er í rauninni nei, það er í rauninni verið líka mjög fróðlegt að fylgjast með þróun í Svíþjóð, vegna þess að þar voru í rauninni mótiratarnir hægri flokkurinn í þeirri klemmu að segja, heyrðu, þarna eru þessi hægri populistar komnir með svona mikið fylgi og við verðum, sko, ef við höldum okkur fast við það að vilja ekki vera með þeim, þá verður bara kratarnir með fósitráðundir. Þetta finnst mér verið að gerast út alltaf Evrópu. Já. Að hægri flokkanir, svona klassísku hefðbundnu, hvað þú kalla þá, að þeir standa fram við þessu vali. Við höfum bara 2 valkosti ef við ætlum að ná völdum. Annars verður að fara í svona breiðar ríkisstjórn eins og hér, eins og var til dæmis í Þýskalandi. Ég held að svona hægri menn horfið eins og þá ríkisstjórn segja þetta er ekki gott fyrir okkur. Nei. Þetta er ekki góð ríkisstjórn. Þá er það hinn kosturinn. Þá verður að taka allt hægrið með okkur. Og það er að gerast í Ítalíu. Ég spái því að það muni gerast á Spáni núna í sumar. Og það er búið að gerast í Svíþjóð, það er búið að gerast í Finnlandi. Þetta er eiginlega það sem að er. Það er að vísu, ég sá nú einhverja kannarir daginn að það væri nú einhver tákn á lofti á Spáni að kratarnir væri að koma tilbaka þar. Þeir eru krataflokkurinn ágætur, í fylgi, ég er ekkert ágætur, en Podemos, Súmaga, hvað heitir sem tók við af því, er ekki að skila nema helmingnum af því sem að Podemos skilaði, og þjóðarflokkurinn, hægri flokkurinn, hann er í ágætri sókn, Vox er ekkert að vaksa, en leiðin fyrir þjóðarflokkinn þess að komast til valda er að taka Vox með sér. Og þar ertu með flokk bara sem að svipað og þeir sem að leiða ríkisstjórn í Ítalíu núna eiga bara rætur í fasista og hreyfingar. Svipað og Svíþjóðdemókratar sem eiga bara rætur í nýnæskum hreyfingum. Þetta eru flokkar sem eru að komast til valda víða í Evrópu. En það er nú kannski efni í annan þátt. Það er efni í annan þátt. Og ekki að leipa út í vornóttina. Hún er dásamleg vornóttina. Takk hérlega fyrir komuna. Þetta er lokinn á Rauðaborðinu en við höldum áfram á samstöðunni. Hér á eftir verður umfjöllun Úkraínustríðið í þættinum miðnætti í Kænugarði en á morgun verður Rauðaborðið á sínum stað klukkan 8. Takk fyrir í kvöld. Eru velkomin í miðnætti á Kænugarði þar sem við fylgjumst með og reynum að átta okkur á stríðinu í Úkraínu, hver staðan er á vígvellinum og hvaða áhrif þetta hefur á heimspólitíkina og alls konar vinkla í því máli.
Nú er komið sumar, þannig að við ætlum að hafa svona styttri þætti yfir hásumarið og ætlum að fá hingað Törður Sjött, vertu velkominn. Þú hefur hjálpað okkur til þess að svona átt okkur á stöðinni og þú lest fréttir þetta alla daga. Við byrjum bara eins og vanalega á Vígvöllinu sjálfur. Hvað er kannski ekkert að frétta þar? Jú, það er alveg að frétta en það er einhver stóra fréttir. Það er náttúrulega gagnsóknin umtalaða heldur áfram og það hafi ekkert verið neina mikla breytingar á Víglínunni. Rauninni bara frá upphafi gagnsóknarinnar sko, þannig að það er ekkert voðalega mikið að frétta þannig séð. Kannski byrja á að minnast á það sem við tölum í síðasta þætti. Það var það að Úkraínumenn höfðu sko sótt fram hjá Antonovski brúnni sem er brú yfir Dnépfljótið í Kherson héraði sem var hrunin og þeir höfðu einhvern veginn sótt fram á sko hraðbátum sko og notað brúnna sem skjól eða cover og komið sér fyrir á hinum bakkanum rússamegin og það er talað að það hafi verið 50 menn og nú er sagt að mögulega hafi verið fleiri yfir 100. Og við myndast á til síðasta þætti og það er eins og að núna sé það liðið undir loka því að Rússar sko vörpuðu sprengjum og notuðu Iskander eldflaug og þeir voru sko að fela sig þarna undir brúnni og sá hluti að brúnni er núna hrunin sko, sést á myndum og þannig að þeir náðu ekki fótfestu á hinum bakkanum sem að þeir voru með fótfestu en eins og segi ekkert voðalega kannski örugga og trygga fótfestu, þeir voru bara að fela sig þarna undir brúnni og mögulega einhverjum byggingum þarna líka í rétt hjá sko. En núna sko er eins og að þetta hafi bara liðið undir loka, þetta hafi ekki leitt neitt af því að Rússar sko vörpuðu sprengjum á brúnna og létu hana hrynja og þeir og hafi sko einhvern veginn sópað þessu upp sko en eins og segi þetta var svona einn svona fréttin sko rétt náðu að krækja nögl yfir á hinn bakkan, Maður heyrir stundum fréttir að því það er sagt að Úkraínumenn hafi náð 22 ferkílómetrum og allt svoleiðis. Það er svolítið erfitt að átta sig á þessu af því þetta er náttúrulega svo feikistórt svæði sem að Rússarnir hafa tekið raunverulega sem eru meira 50 af stærsta landi í Evrópu fyrir utan Rússland. Sko fylgur bara almennt gagnsóknina sko. Þú minnist á hversu mikið landsvæði Rússar hafa tekið. Þannig Seymour Hersh kom með nýja grein nýlega þar sem hann fjallar bæði gagnsóknina og uppreisnina hjá Prigozhin og Wagner sko. Og þar talar hann gagnsóknina og hann segir sko að Rússar hafa tekið það bil 100.000 ferkilometra sem er 50 af öllu Úkraínu og hann segir að núna hafa Úkraínumenn í þessari gagnsókn náð cirka 100 ferkilometrar tilbaka og það var mest í sko upphafi þarna af því að gagnsóknin hófst sko 4. júní. Núna er náttúrulega í dag er sko 4. júlí þannig að það er núna mánuði liðin af þessari sókn. 100 ferkilometrar cirka bát. Af hvað miklu? 100.000? Já, af 100.000. Þannig að þetta er auðvitað og hann segir sko að ef að þetta myndi halda það var sko þessir 100 ferkilometrar sem tóku tilbaka þarna í byrjun en núna á síðustu dögum hafa bara verið örfáir, kannski 10 ferkilometrar. Og hann segir að ef þetta heldur svona áfram með sama hraða þá myndi það taka á 117 ár að ná öllu 100 ferkilometrar landsvæði tilbaka og 100.000 ferkilometrar það er svona svo Ísland, þetta er stærri Ísland. Þetta landsvæði sko. Það gerist náttúrulega ekki þannig, annarkvort náðir hann einhvern veginn í gegn að brjótast í gegnum varnir Rússa og þá getur sóknin orðið hröð eða þeir náði ekki. Já, en hann orðaði þetta sannig í greininni sko, hann Hersh og vissulega það er rétt að þeir þurfa þá að geta borðast í gegn og þeim hefur ekki tekist að brjótast í gegn. En það er núna sko frétt að þeir hafi, ég er greint frá því sko að allan tíma hefur þeim ekki tekist að komast að fyrstu varnarlínum Rússa af þessum miklu skotgröfum og skriðdreka vörnum. Sem eru kannski þrefaldar og fyrir framan það er svona no man's land þar sem að Úkraínumenn hafa verið að sækja fram og kannski þessir 100 ferkilometra sem eru að náð eru kannski fyrst og fremst þar eiginlega fyrir utan fyrstu varnarlínu Rússa. Já, og við getum séð myndaði í hér, við fáum fyrstu myndina sko. Þetta kort, þarna sjáum við varnarlínurnar og þær eru oft í 3 lögum og þeir hafa aðalega verið að sækja fram Úkraínumenn á 2 svæðum fyrir sunnan Orikív og hjá Velika Novosilka, það er svæði sem er kallað Vremevka Lech er alltaf kallað sko, svo það er líka verið að sækja hjá Bakhmut sem er norðar á myndinni og og núna er þess að fréttir að þeir hafi mögulega fyrsta skipti komist að fyrstu varnarlínunni sunnan við Orikív við bæ sem heitir Robodine. En eins og sé að því að sko hingað til hefum það ekki tekist það. Þetta hefur verið í svona no man's land eins og þú kallar það og við getum séð næstu mynd. Þetta er mynd af því hvernig no man's land lítur út sko. Þetta eru bara svona akrar, náttúrulega mestu leyti sko, autt landsvæði, þetta er bara landbúnaðarsvæði og þarna sjáum við sko
slíkan akur á víglínunni mitt á milli herjana, gráa svæðið, og hann alveg bara þakinn í sprengugífum frá náttúrulega stórskotaliði sko. Þannig fyrir þá sem að fylgjast með þessu að þetta hvort þið nái 22 ferkilometrum eða 14 eða 30 eða 50 skiptir ekki máli þar sem að eiginlega aðalatrið það tekst þeim að brjótast í gegnum varnarlínunar. Og ef þeim tekst að brjótast í gegnum þær, að þá geta landvinningarnir orðið hraðir og örir og breytt gangi stríðsins. En þetta hvort það séu þessi ferkilometr til eða frá eiginlega bara merkjum það að vera að berjast frá húsi til húsi og jarð. Já, það bara merkjum það að það vera að berjast í þessu no man's land, á þessu gráa svæði fram og tilbaka. Og einu skurði til næsta. Já, og ég sé, núna held ég eru fréttir af því að þeir hafa mögulega fyrst komist að þessum varnarlínum hjá þessum bæ Robodine sem sunnan við Orikív, og þetta var sem sagt 2. júlí. Og en það var bæði borist fréttir frá Úkrænumönnum og Rússum það. Svo segja Rússar að þeir hafi náð að ýta þeim tilbaka og náðu þessu aftur sko. Þannig að þetta hafi verið svona frekar stór sókn og þeir hafi komist að varnarlínunni og hafi orðið orusta. En ég hef ekki séð nýri fréttir hvað orðið úr því sko. Hryllilegt mannfall í baráttu bara. Já, og náttúrulega svo hafa borist fréttir. Borist mikla fréttir af miklu mannfalli og En Tjörfi, í þar síðasta þætti, þá varst að segja mig frá því að Salúsny, aðal hershöfðingi þeirra Úkrænumanna væri týndur. Það svo bara poppar hann upp. Nei, ég sagði nú reyndar ekki að hann hafi verið En hafði ekki þyrst í honum lengi? Týndur, sko, en ég kannski myndist á það í samræðum við þig að það var oft rætt það, sko, að frá því að sko gagnsóknin hófst og lengi þá bara var ekkert að frétta á honum og fyrir þá sem ekki vita, Valeri Salúsny, hann yfirmaður úkrænska hersins, þannig að hann bara æðsti hershöfðinginn í Úkrænu og maður myndi halda það að hann sé að stjórna þessari sókn og þeirra hernaðar átaki, sko. En hann birti því Washington Post. Já, og það var svo þannig að hann... Sama blaði og þú varst að segja eitthvað frá því í síðast eða þar áður, að hefði verið haldaði fram að hann hefði staðið í því að sprengja upp Nord Stream. Já, svo núna eins og segja, því að það voru margir svona spukulera því að hann sást ekki lengi, sko. Hann hefði áður oft komið í viðtöl, sko, og svo bara liðu margar vikur og hvergi spust frá honum. En svo gáfu Úkraína með út myndband á honum til að staðfesta að hann væri nú ennþá til og ennþá starfa, sko, og svo kom núna þetta viðtal við hann í Washington Post, sko, og það sem viðtal við hann gagnsóknina og hvernig gengur svo framvegis. Þannig að það mjög áhugavert og mjög margt áhugavert sem kemur fram í þessu viðtali. En það sem ég vildi byrja á að taka fram, sko, að þetta sama dagblað Washington Post gaf út þessa frétt í 7. júní var það. Þar sem þetta var stóra fréttin þeirra Nord Stream sprenginguna. Og það sem þau sögðu að sko það hafi ekki bara verið úkraínski svokallegir non-state actors eða bara einkaaðilar sem bara ábyrgðu Nord Stream skemmdarverkinu, heldur hafa verið fyrirskipað og þeir nefna það sérstaklega eins og sést þarna á myndinni og í greininni Salúsny. En án vitundar Zelenski. Já, og það sérstaklega tekið fram að Salúsny hafi borið ábyrgð á þessu, hann hafi fyrirskipað þetta án vitundar Zelenski, þannig að þeir tekst mjög heppilega einhvern veginn að afsala Zelenski upp af allri ábyrgð. En vilja samt meina að Úkrænumenn hafi borið ábyrgð á þessu og Salúsny hafi fyrirskipað þetta og þess vegna finnst mér svolítið merkilegt að þetta sama dagblað tekur viðtal við hann og það ekkert spurt um Nord Stream skemmdarverkið þó að þeir hafi sagt áður í stóri frétta að hann hafi fyrirskipað og borið ábyrgð á því og hvað finnst þjóðverðum þetta skemmdarverk og þeirra orkuinnviðum og öllu því tjóni sem og öllu þeim og svo framvegis, sko. Það svolítið merkilegt að það sé ekki spurður um það, sko. Hvað segir Salúsny í viðtalinu? Já, hann Hvernig metur hann stöðuna? Sko, hann það svolítið merkilegt hvað hann segir í þessu viðtali, því að hann, sko, það náttúrulega í viðtalinu, það svona reynt að láta þetta líta vel út og svona, en ég meina hann bara beinlínis að viðurkenna að það gengur mjög illa og gengur ekki neitt og hann næstu í sko skammar bara svona bandaríska herinn og Vesturlönd og segir sko að því að samkvæmt þeirra hernaðardoktrín þegar her sækir fram og sérstaklega gegn sko óvinni sem fortified sem vel vígbúin eða með svona mikla varnir eins og Rússar að þá alltaf grundvallað aldrei að þú sért sko ef ekki með air superiority, svo að yfirburði í lofthernaði að þú sért allavega með eitthvað svokallar air cover af því það eins og Úkraínumenn hafi ekki verið með neitt svokallar air cover af því að þeir sækja fram og Rússar bara drottna yfir háloftunum og þeir eru bara með þyrlur sem geta bara skotið og granda þeirra faratækjum að vild
og frá því að hérna sóknin hófst, þá það er ansið merkilegt, það hafa ekki verið skotnar niður neina rússneskar flugvélar eða þyrlur, sko, frá því sóknin hófst, sko. En hefur ekki alltaf verið sagt að Rússar hafi lítið notað flugurinn sinn? Það ekki verið einn af frásögnunum í þessu stríði? Og alls konar getgátur á hverju það er? Það sé ekki vanti samræmingu þar á milli eða það sé lítið notað heldur að það fyrst og fremst verið að sko, nota stórskotalið? Já, það er vissulega rétt að þeir hafa ekki notað mikið í þeim skilningi eins og í samanburði við önnur stríð eins og hérna Bandaríkjamenn þegar þeir eru með sko mikla loftyfirburði og þá geta þeir bara flogið flugvélum að vild þegar þeir er ekki hættu á að þeir vera skotnað niður. Og hérna, en í þessari gagnsókn, það hafa borist fréttir af því. Þeir hafa mikið verið að nota svo kallar Kama-þyrlur, Kama-52 þyrlur sem eru, þetta er svo kallar gunship, þær eru sérhannaðar til að skjóta niður, til að granda sko skriðdryggum og farartækjum. Hafa verið að nota þær að vild og það er talað um það, að þeir drottni yfir háloftunum en það er talað um sko að þegar hér sækir fram, þá þarf það að vera með eitthvað svo kallar air cover, þú þarf það að vera með eitthvað flugvélar, þú þarf það að vera með loftvarnakerfi til þess að sko granda náttúrulega flugfartækjum óvinarins og einhvers konar cover fyrir þína hermenn sem sækja fram að því að þú þarft ekki að sko varpa sprengjum á óvinnin svo að þeir get ekki bara varpa sprengjum á þína hermenn að vild sem að sækja fram út á Úkraínumönnum hefur verið lofað einhverjum orrustuþotum. Síðast ég sá Zelenski tjá sig og þá var hann að kvarta yfir að gengi og hægt að fá held ég F-16 og þjálfun á það. Já. Er von til þess að Úkraínumenn komi með þotur og nái að skáka yfirburðum Rússa í lofti? Já, svo kallar náttúrulega Zelenski í þessu viðtali eftir sko F-16 þotum sem hafa náttúrulega verið mikið umrædda núna í marga mánuði sko. Hann segir þetta sko að þú veist, það er verið að ætlast á okkur að sækja fram án þess að vera með neitt, hvernig segir maður það, air cover eða yfirburði í lofti sem að Rússar eru með. Það er náttúrulega grundvallar atriði bara í hernaðarstrategi og svo kalluð hernaðardoktrín að vera með eitthvað svo kallar air cover, að vera með einhvers konar getu til þess að komi vekk fyrir þú sendir ekki landherinn af stað nema annarkvort að hafa yfirburði í lofti eða þá hafa þess öflugra stórskotalið sem að heldur andstæðingnum frá. Eitthvað til þess að skáka sko yfirburðum óinnan í lofti skilur. Til þess að geta skotið niður þeirra þyrlur eða eitthvað svoleiðis sko. Að þeir hafa ekki haft getuna til þess og þetta er alveg grundvallaratriði segir hann sko. Og þess vegna segir hann að þeir þurfa að fá F-16 þotur sko. En þá má spyrja sig býtu ef þeir fá þessar F-16 þotur. Það er náttúrulega langt í það. Það myndi ekki vera fyrir í haust eða marga mánuði og svo þarf að þjálfa áhafnir á þessar þotur sem tekur marga mánuði. Þannig að þú veist, það myndi ekki sko, það get ekki gert strax og nýst núna í þessari sókn sko. Það er bara eitthvað svona langtíma dæmi sko. Að fá þessar þotur sko. Að bæði vegna þess að aðalega vegna þess að það tekur tíma að þjálfa áhafna á þessar þotur. Og svo er líka spurning hvort það muni breyta nokkrum sköpum hlut að því að fyrsta lagi fá þeir ekkert voðalega margar. Og í öðru lagi talaði að þessar þotur sem við fáum, þetta er náttúrulega F-16 þotur, þetta eru þotur sem voru hannaðar á 18. áratugnum, þetta er ekki nýjustu þotundar sko. Þetta er ekki einhver undravopn sko. Það dugar ekki ágætlega á móti því sem að Rússar hafa. Okkur er alltaf sagt að Rússarnir séu með gamaldags kaldastríðsvopn, gamlar MiG-þotur. Þetta eru gamlar kaldastríðsþotur á 8. og 9. áratugnum, þannig að hvers vegna ætti þær að vera eitthvað mikið betri sko. Það dugar kannski á móti kaldastríðsvopnum Rússana. En það er í þessu viðtali þá er Zaluzhny að kvarta yfir því að Úkraínumenn fá ekki það sem er að biðja og þurfa til þess að geta unnið þetta stríð og það sama Zelenski, þetta er eina sem hann segir orðið, að til þess að við getum unnið stríðið þá verðum við að fá það sem við erum að biðja og við erum að fá það strax. Hvað veldur því að þau fá ekki það sem við erum að biðja? Já, hvað veldur því? Er það viljaleysi eða eiga Vesturlönd þetta ekki eða eru Vesturlönd að reyna bara að viðhalda einhverju stríði, hafa þau ekki trú að setja sigra í þessu, að þó svo þau fengi allt sem er að biðja að þá myndi það ekki breyta neinu. Því að það er svona, þú ert að fara að hafa eftir Zaluzhny í þessu viðtali að hann er að kvarta og Zelenski bara kvartar alla daga yfir þessu. Það sem Zaluzhny er aðalega að tala um í viðtalinu er þessar F-16 þotur sem og hann setur það í samhengi við það að þeir hafi ekki skiluru neitt air cover eða neina getur til þess að hafa yfirburði lofthernaði gegn Rússum í þessari sókn sem af hverju fá þeir það ekki frá Vesturlöndum? En sko
þú veist, að því það þessar F-16 þotur, þeir eru með herþotur, sko. Þeir eru með, sovjískar, rússneskar herþotur. Og það látið eins og þessi F-16 þotur sé eitthvað undirvopni, ég kaupi ekki þau rök að því, þú veist, fyrstulega þetta gamla þotur, þetta ekki allar nýjustu, af hverju það eitthvað endilega betri heldur en sko þær þotur sem þeir eru þegar með og sem þeirra flugmenn eru þegar þjálfaðir á, af hverju ekki bara senda þeim fleiri þannig þotur. Og svo líka það sko að það ekki víst að þessar þotur muni breyta miklu, að því að Rússar eru með svo öfluga loftvarnir, þessar þotur muni ekki geta komist nær vílinni, það geta bara verið einhvers konar backup role, að það geta flogið sko á bakavíluna og skotið eldflugum skilur á löngu færi, en það geta ekki verið að fljúa yfir vílinni skilur, að styðja hermennina sem heitir close air support skilur, það geta ekki gert það voru það bara skotna niður, að því að Rússar eru með svo fullkomið sko loftvarnakerfi. Þannig að sko, og þess vegna alltaf verið að tala þessar F-16 þotur og þú segir hvaða eftir, það eina, þeir eru núna náttúrulega búin að láta útgrænum en fá næst í allt sem við báðum. Það var hann í upphafi var talað að senda sko nýjar fallbyssur, stórskota lið sko, eins og 150 mm howitzer sko, það var í fyrra og svo var mikil umræða, það var í byrjun þessa árs þegar það var ákveðið að senda enn skriðdreka, það var í janúar sem að það var ákveðið og það voru þýska Leopard skriðdrekar og breskir Challenger skriðdrekar og fleiri skriðdrekar. Og núna eru og svo eru Bretar búin að láta það fá langdrægar eldflaugar, svo kallar Storm Shadow missiles. Og núna er þessi umræða F6, það sem eina sem eftir eru F-16 þotur og bandarískar svo kallar Attackums missiles, langdrægar eldflaugar. Það er eins og Storm Shadows sé ekki nógu góðar, þannig að þeir þarf að fá svo bandarísku Attackums og fá einhverjar F-16 þotur. En ég bara sé ekki fram á hverju það muni breyta, ég er búin að útskýra af hverju með F-16 þoturnar. Og svo með langdrægar eldflaugarnar, þá er málið með þessar bandarísku Attackums að þær eru bæði mjög dýrar og bandaríkjamenn eigi ekkert voðalega margar af þeim. Það virðist ekki vera að þeir geti framleitt mjög mikið af nýjum eldflugum. Þannig að ég sé ekki fram á heldur að það muni breyta miklu sko. Þannig að sko það má spyrja sig þetta sem við byggjum og jafnvel þó við fáið það hverju mun að breyta sko. Það verður fundur í Vilnius 11. júlí sem er í næstu viku. NATO-fundur. Má búast við að þar komi einhver svona yfirlýsingar að Úkrænumönnum verður færð eitthvað meira. Það verði sendur mannafli jafnvel. Hvað er það sem að getur komið fram á þessu fundi sem að breytir gangi stríðsins á vígvöllum? Já, það má búast við því að það verði tilkynnt væntanlega einhverja nýja hernaðaraðstoð og nýjan pakka sko, en ég veit ekki hvað það verður og hvort það verði þá tilkynnt að þið fái F-16 þotur. Það getur mögulega verið stóra málið sem að verður tekið fyrir á fundinum sko, en það virðist vera sko, það sem að kemur fram á þessu fundi, það virðist vera mjög háð því sem er að gerast á vígvöllunum sko. Og þess vegna er einhvern veginn svona mikið pressa núna á Úkrænumönnum að sækja fram og reyna að sýna fram á einhvern árangur fyrir þennan fund. Af því að það er eins og sko ef að þeir myndu ná miklum árangri, þá myndi andrúmslofti vera mjög jákvætt á fundunum og þá myndi þeir fagna því að Úkrænumenn geti undir stríðið og við getum sendið meiri vopn. En ef að það gengur ekki neitt hjá þeim, þá lítur út fyrir að kannski andrúmslofti verði ekkert voðalega jákvætt, heldur kannski frekar svartfínt á fundunum og það er eins og við fylgum í síðasta hætti að núna er Jens Stoltenberg, framkvæmdastjóri NATO, búinn að tilkynna að það verði ekki sko tilkynnt á fundunum að Úkraína fái sko einhvers konar hraðleið í NATO til dæmis sko. Þeir segja bara eins og ég segja alltaf við stundum við langtíma loforðið okkar sem við gáum á Búkarest-fundunum árið 2008 að Úkraína geti gengið í NATO í framtíðinni, þetta er alltaf þetta svokallaða open door policy og það allt sko. En þeir hafa ekki getað veitt þeim neina svona frekar öryggistryggingar eða einhvers konar loforðum að fá hraðleið inn í NATO. En er í einhverjum af þessum löndum sem eru að senda Úkraínumenn aðstoð staða svo í heimalandinu að það sé erfitt fyrir ríkisstjórnir að auka stuðningi við Úkraínu nema að það sjáist einhver árangur á vígvellinum? Já, það virðist vera sko að þetta er mjög svona pólitískt, þetta er mjög háð því sko árangur á vígvellinum. Það er búið að senda mjög mikið að hernaðaraðstoð og opnum til Úkraínu og hernaðaraðstoð sem Bandaríkin hafa sendir við yfir sko $100 milljarðar. Þetta eru alveg stjarnfræðilegar upphæðir sko. Til samanburðar er sko öll hernaðarútgjöld Rússlands á ársgrundvelli eru held ég 60 milljarðar bandaríkjadala. Þannig að þeir eru búin að senda sko næstu tvöfalt á við það. Og svo er Evrópusambandið líka búið að senda eitthvað að minnum í $70 milljarðar sko. Þannig að samtals er þetta mjög mikið sem er hafa sendt og hafa líka sendt sko mjög mikið af vopnum. Þó hafa kannski ekki sendt eitthvað voðalega mikið af skriðdrekum en þeir hafa sendt mjög mikið af skotfærum. Það er náttúrulega aðalega sem þetta stríðst Og það er náttúrulega verið fréttir af því, þú nú heyrt þær og reynt að sannreyna það ekki að það vanti eiginlega bara skotvopn. Já, þetta er það sem að Zelenskyj segir í viðtalinu. Hann segir sko, eins og sé, hann kvartar yfir sko
að þeir mandi hérna meira air cover, þess að hann vill að fá þessar F-16 þotur og hann kvartar yfir skotfæra skort. Hann segir að þeir þurfi miklu meiri skotfæri, skotfæri fyrir stórskotalið, fyrir hérna artilleri. Og hann segir í viðtalinu að Rússar að skjóta sko 10 sinnum meiri skotfæri, þetta er orðið sem hann notar, hann segir tenfold, 10 sinnum meiri skotum en við, bara hvort sem dagstaglega eða vikulega og svo framvegis sko. Og hann þannig að gefi skyn að Rússar séu með sko yfirgnæfandi hérna yfirburði í stórskotaliði og náttúrulega líka í lofthernaði sko. Og þess vegna þurfi hérna. En okkur eiga Rússar svona mikið af þessu dóti? Okkur hefur verið sagt að sko hergagnaframleiðsla þeirra væri eiginlega búin, að þeir væru bara að keyra á einhverju gömlu dóti sem áttu frá Sovjettímanum, en sko svona hergagnaframleiðslan þeirra væri varla til. Er það ekki hefti því eða? Já, þetta eru fréttirnar sögursætnir sem við fengjum að heyra. Þetta virðist ekki vera rétt, af því að það sem virðist vera rétt er að Rússar eru með mjög öflugan hergagniðnað og geta framleitt mjög mikið af vopnum og hérna sérstaklega skotfærum sko. Á meðan, á sama tíma hefur hergagniðnaðurinn á Vesturlöndum verið hólaður innan og það segir mér þess að í þessari sömu hérna Washington Post frétt við talið við Saluzny. Það er sérstaklega tekið fram að Jens Stoltenberg hafi sagt að fyrra árinu að hérna notkun Úkraínu á skotfærum miklu sko meira heldur en að við getum framleitt og það hafa líka verið fréttir af því að það sé verið að ganga á birgðir Vesturlanda í skotfærum. Það er verið að senda þau öll til hérna Úkraínu og birgðirnar eru bara að verða búnar og þeir eru búnir með alla gömlu sko sovjesku, rússnesku hérna birgðirnar sínar og það er að ganga á skotfæra birgðir Vesturlanda og eins og Jens Stoltenberg hefur sjálfur sagt, þá ekki geta til þess að sko halda í við, sko að framleiðslan haldi í við þessa notkun sko. Aftur á móti virðast Rússar geta það sko og að gera það og með eins og sé mikla yfirburði í stórskotaliði. En mun þá koma bara á næstunni, hérna nú eru öll ríki í Evrópu að auka útgjöld sín til hermála og mörg þeirra eru komin upp í þessi 2% og sum náttúrulega eins og Eystrasaltslöndin og fleiri komin yfir það. En stór lönd eru komin upp í 2%, þannig að stór hlut, að tilfærsla á ríkisútgjöldum oft á tíðum úr einhverjum verkefnum yfir í hergagnaframleiðslu. Má búast við því að næstunni fáum við yfirlýsingar það að Vesturlönd þurfi að efla hergagnaframleiðslu sína og reisa hér verksmiðjur til þess að geta staðið í þessu stríði og jafnframt varið eigið land. Já, það einmitt stóra spurningin sko, hvort að þetta veri hérna mögulega tilkynnt á NATO-fundunum eða þú veist að því sko ef að Úkraína á að vinna stríðið, sem að ég sé ekki fram á þessu raunhæfu möguleiki, þá þurfa Vesturlönd auðvitað að auka sína hergagnaframleiðslu og auka sérstaklega framleiðsluna á skotfærum fyrir stórskotalið. Og þetta það sem að hernaðar sérfræðingur Grindur hafa verið að segja að sko það breytir voðalega litlu að láta Úkraínumenn fá aðeins fyrir skriðdreka, aðeins fyrir þotur, þeir þurfa meira stórskotalið og meiri skotfæri. Það er það sem að þarf ef þeir eiga umræðanlega að ná árangri sko. Og það var önnur frétt af því hérna nýlega sko að það er eins og Vesturlönd hafi ekki verið að átta sig á því fyrir núna að þau þurfa að fara að við ekki komin við vorum búin að minnast á þetta sko að hérna með hergagna iðnað Rússa að hérna það voru mjög lengi fréttir af því að hérna að þeir hérna væri bara að vera búnir með sín skotfæri og sérstaklega með sínar eldflögur en þetta ný skýrsla frá hérna sko Center for Strategic Studies sem að segir að Rússland mun ekki klára sínar eldflögur í bláð. Og það var önnur frétt í Politico daginn sem að fyrirsögnin var bókstaflega The Pentagon is freaking out over losing a war with China og þessi frétt fjallar sko hergagn innan Bandaríkjanna að hann hefur verið hólaður innan og ef þeim myndi fara í stríð þá myndi þeir klára sín skotfæri bara nokkur dögum og það eins og allt þetta svona industrial base hefur verið flutt yfir til Kína sko. Að núna í Kína með sko miklu stærra. Það ekki þannig að Kína sé að framleiða vopn fyrir Bandaríkin, það? Nei, ekki fyrir Bandaríkin, ég meina bara sko geta Bandaríkina til þess að skuttla sér yfir í svona stríðsagerfi að efla innlenda framleiðslu að hún sé ekki kannski eins góð og hún var miðað síðustu. Það sem, alls ekki. Það sem við erum að tala sko þetta hérna stríðsagerfi Bandaríkina sem náttúrulega var til þarna eftir seinni heimsstyrjöld að það hefur bara verið hólað innan, náttúrulega nýflóðsíku tímabili. Þeir eru flutt svo mikið af verksmiðjum og starfsemi erlendis, það er alltaf að tala til Mexíkó og til Kína og núna sko industrial base Kína orðið mikið stærri heldur en Bandaríkjana og eins og það kemur fram í þessari frétt Politico og í þessari skýrslu og fleiri stöðum
þá eins og þannig að ef Bandaríkin myndi fara í stríð, þau myndi klára sem skotfæri á nokkur dögum og þau hafa ekki mikla getu til þess að framleiða mikla skotfærum og ekki heldur í Evrópu og það líka talað það sko að það næstum bara hægt að framleiða skriðdreka í Evrópu, það hafa mögulega bara einhver verksmiðja sko í Þýskalandi sem framleiða skriðdreka og þeir eru voðalega seinir í því sko að ætla að koma þessu öllu á stað núna, skilur, ef það ætla að vinna stríð í Úkraínu sem þeir hefðu þurft að gera bara strax og mjög fljótlega. Þá bæði Bandaríkin og Evrópa að gíra sig inn í svona stríðshagkerfi þar sem að sko iðnaðar framleiðslunni er stýrt í þágu stríðsins. Eins og gert í stríði, þá voru teknar traktoraverksmiðjur og breytt í skriðdrekaverksmiðjur. Já, og það hefðu allavega þurft sko að gera það og byrja á því að það tekur auðvitað tíma að byggja upp verksmiðjur, að umbreyta verksmiðjum yfir í hergagnarframleiðslu, fara að framleiða meiri skotfæri og svo framvegis sko, sem þeir hafa ekki gert hingað til. Þetta er umræða, Heinismertjörfi, sem að sprettur upp þegar menn eru kannski fættin að átta sig á því að þetta er ekki að klárast núna í vor með gagnsókn Úkraínumanna, þetta er stríð sem getur varið mörg misseri, jafnvel mörg ár og ef það ætti að vinna það þá þarf eiginlega bara að húrra upp í hvelli mikill í vopnaframleiðslu og skotfæraframleiðslu. Er ekki þá á sama tíma farið að leita einhverjum leiðum til þess að stoppa stríðið með öðrum hætti? Mér sýnist að sko núna eru allavega meiri svona vísbendingar og umræður það að sérstaklega stjórnvöld sko í Washington og Bandaríkjunum séu farin að skoða þá leið. Það var náttúrulega að tala um að frysta átökin og mögulega einhvers konar samningaviðræður. Það er meiri tala um það. Sem var bannað að nefna það hér áður fyrr. Sem var ekki áður og það er líka minna að tala um það að Úkraína sko annarkvort geti unnið stríðið eða við eigum að styðja þá til að vinna stríðið. Það voru mjög miklar þannig yfirlýsingar bara fyrir nokkur mánuði síðar, ég man eins og Þórdís Kolbrún utanríkisráðherra var alltaf að segja þetta sko, þeir geta unnið, við erum að styðja til að vinna. Ég er ekki að heyra þetta lengur, hefur þú orðið var við þetta? Ég heyri fólk ekki lengur tala um að Úkraína geti unnið stríðið. Það er helst á Íslandi. Ég heyri þetta allavega ekki í bandarískum fjölmiðlum, að það er meira áberandi að það vera að tala um leiðin til að enda stríðið. Það er önnur setning heldur en að sigra stríðið. Þetta er sko merki um einhverjum stefnubreytingu hjá Bandaríkjunum og ég heyri voðalega lítið núna að tala um að þessi raunhæft eða mögulegt að Úkraína geti unnið stríðið sko. Það var núna, eins og það var áður mjög mikið sagt sko, en ég heyri það ekki lengur sko, þannig að þetta er svona ákveðin vísbendingu svona stefnubreytingu sko. Og kannski kemur eitthvað í ljós á NATO-fundunum sem verður í Vilnius þannig að júlí eftir nokkra daga, en sjáum til hvernig það fer. Þetta stríð sem er þarna á Víðlunum, þótt þetta séu fáir ferkilometrar sem að vinnist og tapist til skiptis, þá er þetta ömurlegt stríð. Þetta er bara návígistríð og með miklu mannfalli. Já, þetta er náttúrulega skotgrafahernaður, það er þetta líka þessu fyrir heimsstyrjöldina, þannig var alltaf voruð svona Bakhmut sko, og þetta er bara, ég myndi helst líka þessu margir hafa líka svo setna heimsstyrjöldina, líka Putin við Hitler og það allt sko, en ég segi þetta er miklu líkara fyrir heimsstyrjöldina. Það er bara að vera að senda næstu heilu kynslóðunar af mönnum bara til að deyja skotgrafunum sko, og fyrir bara einhverja, örfáa metra, skilur. Hvert er mannfallið? Það er náttúrulega ljúga allir í stríði, en fer það vaxandi, er það orðið það mikið að þetta sé farið að hafa áhrif á afstöðu almennings í Úkraínu eða í Rússlandi í fyrir heimsstyrjöld er náttúrulega umbreytti heiminum meðal annars af því að almenningi blöskraði taumlausu mannfórnir. Já, sko. En það er ekki komið á þann stað í Úkraínu eða í Rússlandi. Ég held að mjögulega styttist í það sko, en almennt mannfallið, við náttúrulega getum ekki vitað nákvæmt mannfall að því að sko því er haldið leyndu frá báðum hliðum og báðar hliðar gefa út tölur sem við getum ekki endilega treyst sko og eiga náttúrulega það er mjög sterk tilhneiging til þess að ýkja mannfalli hjá andstæðingnum og draga úr mannfallinu hjá sér sjálfum sko. En það er sérstaklega sko, það virðist vera auðveldar að rekna mannfall Rússa, en það er sérstaklega mikil einhvern veginn sko, umdeilt sko, hversu mikið mannfall er hjá Úkraínum. Akkur auðveldar að rekna í Rússum? Hverju? Það eru bara til áreiðanlegri tölur um það sko. En ég hef ekki séð neinar áreiðanlega tölur fyrir mannfall Úkraínumanna sem dæmi. En það sem að til dæmis Rússar segja núna sko, í þessari sókn, þeir eru með daglega tilkynningar, rússneska varnarmálaráðuneytið og segja hversu margir úkraínskir hermenn falla. Og það hefur verið miklu herra núna dagstaglega heldur en það var áður, skilur. Þannig að það er náttúrulega var mjög hátt sko í orðstunum Bakhmut og núna þessari gagnsókn og það er vísbendingum stigmögnun stríðsins, það er meira mannfall, skilur, heldur en áður, sko. Á báða bóða?
hérna á báða bóa en sérstaklega hjá Úkraínumönnum í gagsókninni sko. Þegar nú eru þeir að sækja. Já, þeir eru að sækja fram. Þá er eðlilegt að þeir taka... Eins og okkur var kennt í upphafi innrásarinnar að þá var okkur kennt að það væri meira mannfall hjá þeim her sem að sækir heldur þeim sem að verst. Já, og það sem er líka sko, sérstakt er sko að eftir að þessi gagsókn hófst, þá fóru Rússar að gefa út sko tölu fyrir sitt mannfall sem að þeir voru ekki búin að gera heil lengi sko. Þeir voru til dæmis að segja, þennan dag mistu við 70 hermenn en Úkraínum mistu 10 sinni fleiri, skilur. Þannig að þeir eru allavega viðurkenna hvað þeir mistu mikið af hermönnum, skilur hvað ég meina, sem við voru ekki að gera áður. Það er kannski vísbending að þeirra mannfall sé minna en þeir eru fattir að viðurkenna það, skilur. Og eins og í þessari gagsókn, þeir hafa núna talað um að hátt í 13.000 úkraínskir hermenn hafa fallið, sem er náttúrulega mjög hátt talað. Við getum ekki staðfest hana. En reyndar hélt Shoigu, varnarmálaráðherra Rússa, blaðamannafund nýlega, það sem hann sagði að sko, ég man að þú spurði mig þessu í sísta þætti, hvaðan fáður þessar tölur og ég náttúrulega veit það ekki. En hann sagði sko að þeir eru að hlusta á sko þú veist, símtöl útvarpssendingar Úkraínumanna og þeir heyra það þegar þeir tilkynna sitt mannfall og þaðan fá þeir tölurnar. Við vitum ekki hvort það sé rétt hjá hann, þetta er allavega það sem hann sagði sko. En þetta er einhver hryllingur sem er á sér stað þarna á þessum ökrum. Já, í skútgröfunum. Það er að fórna, það er ein kynslóð að fórna lífi annarar. Já, er það ekki alltaf þannig í stríðum að það er eldri kynslóðin sem fórnar ungu kynslóðinni? Herðu, aðalpersonan í síðasta þætti og þá eru undan var eigandi Wagner hersveitanna. Er hann horfinn af sviðinu? Já, hann Prigozhin, hann náttúrulega eftir uppreistina fór hann í útlegð til Hvíta-Rússlands og það eru fréttir um það að hann hafi verið komin til Hvíta-Rússlands og það eru eitthvað fréttir um það að þeir séu að byggja vera búðir að bækistöðar í Hvíta-Rússlandi fyrir Wagner-sveitina. Það var þannig sko að allir Wagner liðar verða innlimaðir í herinn en þeir sem tóku ekki þátt í uppreisninu sko, það virðist hafa verið meirihlutin af þeim. Það talaði um að séu mögulega 25.000 eitthvað þar bil sko. Sem eru í öllum Wagner-sveitunum. Og talaði um að 4.000 hafi verið í uppreisninni. Já, þessar tölur eru voðalega reiki, 4.000 upp í 8.000 hafi tekið þátt í uppreisninni og það er þannig sko að þeir sem tóku ekki þátt í uppreisninni, þeir eru látið skrifa undir samninga með rússneska varnarmálaráðuneytinu og eru innlimaðir í rússneska herinn. En þeir sem tóku þátt í uppreisninni, þeir fá val um að fylgja sko Prigozhin til Hvíta-Rússlands eða að sko bara láta störfum og snúa þetta til borgaralegs líf sko. Og það er eins og einhverjir farið með honum til Hvíta-Rússlands og svo sko það er ekki staðfest en það er einhverja svona getgátur um það sko að mögulega mun hann bara fara áfram til Afríku og enda þar sko. Því að náttúrulega Wagner hafa verið að starfa í Afríku og náttúrulega Sýrlandi og út allan heim sko og hann hefur verið sendur í nokkur útlegð og þá getur hann mögulega sko haldið áfram að starfa með Wagner í Afríku, þau eru í vinnu fyrir nokkur Afríkuríki sko sem hafa ráðið á sem einhvers konar málaleiða, enga hermenn fyrir sig sko. En sömuleyti vegna tengsleira við Rússland. Það er kannski ekki alveg það sama að vera málaleiða hópur svona utan dagskrár heldur en að vera með svona tengsl við kannski fallandi heimsveldi. En það má alveg vera. Ekki kann ég að reka málaleiða sveitir í Afríku. Já. Hvað það sem munur því. En svo er það þannig sko að Prigozhin getur mögulega haldið áfram starfsemi Wagner-sveitanna í Afríku eins og það hefur verið síðan 2014 sko. Þeir fóru sko, byrjuðu að taka þátt í Sýrlandsstríðinu 2015 og hafa síðan verið í Afríku sko. En honum var gert að loka allir sinni starfsemi sko í Rússlandi. Hann er náttúrulega business kall og þetta kallar hann oligarka og var að reka eins og fyrirtæki. Hann er kallaði kokkur Pútins af því að hann var að reka fyrirtæki sem sá veitingaþjónustu fyrir herinn og ýmislegt annað sko. En honum var svo gert að loka öllum sínum fyrirtækjum í Rússlandi. En þess vegna er þessar pælingar hann munir mögulega endi í Afríku og þá getur mögulega haldið áfram starfseminni þar sko. En í einhvers konar útleið sko frá Rússlandi eftir þessa misheppnuðu uppreisn. Við látum þetta gott heita í kvöld. Við höfum þættina styttri núna yfir hásumarið og þú kemur hérna í næstu viku. Þá verður NATO-fundur sem að þar munu koma eitthvað tíðindi sem að munu hafa áhrif á þróun þessa stríðs. Takk fyrir í dag. Og ég bendir hlustum á það að miðnætti í Kenningarði verður hér aftur á dagskrá í næstu viku og þá munum við fjalla stöðun á vígvellinum á NATO-fundin og áhrif þessa stríðis á heimsmálin. Takk fyrir í kvöld.